á Frelsi TV, það sem að ruglið fæðist. Og hérna mættur upp á dekk í djúpköfuna búning, Guðjón Reimberg. Velkomin! Takk. Don't make me shy. Það er gott að gera fólk pínu rautt í framann. Já, það minnir mig á það. Ég var að sjá þarna komment frá þér á vefnum þínum að eitt af ensku vídeónu þínum væri búið að fá bara mega flott áhuga. Ég fór að spæja því, hefur 4.000, bara flott. Já, það er nálgast 5.000. Þannig að spurning hvort að við útvinklum þessar kafanir yfir á ensku líka. Já, skulum að gera að prófa það. Já, það getur verið gaman að sjá hvað kemur út úr því. Já. Þetta er nú búið að eiga, þetta árið sína första áhorfendur á íslensku. Já, þeir hljóta allir að elta okkur. Ef það kemur ekki live í eitthvað tíma þá fara það að væla, sko. Jó, ég sá ekki eitthvað kvarta, það voru stundir fyrirvari eitthvað tíma. Já, það er kvartað yfir öllu, sko. Já. Spurning hvort að við þurfum að skipta hlustandahóp sem er ekki alltaf vælandi eins og gamla kellingar. Við þurfum bara að fara að vera duglegri að reka fólk í burtu. Það er svona reverse marketing. Já. Damn it. Bara frá þig. Sorglega er að ég meina þetta þegar ég er að segja þetta. Ja, ég er enda líka, sko. Ég hef ekki orku í frábjána, sko. En það er þéttur kjarni í kringum okkur, sko. Það er svona... Já. Það er engin kjánar sem við höfum laðað á okkur. Ég er að sjá mjög fallega þróun í þessum hóp. Já. Það er stækkandi hópur sem að reyndar hugsaðir alltaf bara Axel, sko. Það er ekki komið lengra. Já. Það var nú ekki alveg planið hjá mig. Planið hjá mig er að fólk myndi fatta þetta allt sem að sjálft. Þyrfti ekki á mér að halda til þess að mata þetta með teskið. Já. En það virðist vera töluvert að fólk þarf á svona mötum, sko. Já, veistu, ég er komin með nýtt sjónarhorn á þetta. Ég var ekki í þessum hópi að vera að bíða eftir því að þú kemur með live eða update. Nei. Af því ég hef verið svo duglegur í mín eigin grúski og ég er svo mikill svona besserwisser og er alltaf að fara mínar leiðir og svona. Ég vissi bara að ég meina þú kemur með þitt og kemur með það og svona. En ég stóð með því í síðustu viku að ég fór að gá, hvenær kemur Axel með nýtt efni? Já, ég er búin að segja þér að ég býð bara eftir þínu dóti, sko. Það er ferskasta sem að ég er með subscribe listanum mínum. Ég er að reyna að skrúa mig niður. Nei, ég sé út fann að vinna nætuðin, alveg til 4-5 á mótnana. Ég misti heilan dag úr vikunni, þetta er svo. Ég hélt að vera 50 dagur í dag. Já. Nei, þetta er svona bara, það er eiginlega ekkert aftur snúið þegar maður er komin á þennan stað, sko. Ég er sammála því. Það maður hættir ekkert miðri á, sko. Ég gerði mitt vídeo í dag og tilkynnti það. Þetta er síðasta vídeo mitt í bílei, svo ég fattaði það á föstudagur og ég þurfti að drífa mig að ná í hluti sem ég var búin að lofa að sækja fyrir helgi. Já. Svo leiðu ég kom út í bíl og segi, fuck, ég glemdi 2 punktum. Já, þá er bara að ræsa Garmin aftur. Já. En hann var hans að svíkja með YouTuberinn, hann með séra myndböndum, séra, þetta er svo bugga hjá þeim, sko. Hvað gerði hann? Nei, ég var að reyna að séra vídeóm og myndum og svona, og þá kemur bara upphafsklukki minn upp, sko. Já, þú meinar það. Já, ég sá þú myndist á þetta, en ég á eftir að sjá það vídeó. Já, það er pirrandi, sko. Ég veit að það er komin einhver 3-4 vídeóflóð sem ég átt bara eftir að kíkja á. Já. Ég er mjög líklega að kíkja á það í kvöld eða morgun, sko. Ég þarf bara að teka hvort að ég reyndar ekki teka á uppdætum lengi. Ég er mikið að uppdætum núna í borðið, eða? Ég veit það ekki, ég uppdæta aldrei. Ég er yfirleitt ára á eftir öllum með eitthvað svona. Já, ég veit mitt. Og þetta er eins og með síman minn, hann var ekkert, þessi vídeo sem ég er að gera á símanum, sko, ég var svo
fúll út í símanum tímabil og ég var svo mikið að spá í að kaupa mér bara græju. Já. En svo sagði ég við sjálf á mig, nei, bara þessi miðill hentar þessu hráa formi. Og núna er ég bara sáttur við síman. Já, kannski smá tæknilega ábendinga og þetta passa að halda ekki fyrir mikrofónin. Já, ég tekið eftir því. En þegar það hitnar í kólurum þá gleymi ég því, sko. Já. Það er kannski möflarlætin þegar þú ert að æsa þig. Sem er þetta bara gott, það þarf að æsa sig í stundum. Já. En þetta er svona, já, þetta er skrítið dæmi sem ég er búin að vera í sumar. Það er bara svona, þetta kemur bara, má segja hvert einasta vídeó hefur komið bara, heyrðu, þú þarf að tala um þetta. Já. Þú ert á mjög góður í ferð, sko, og þarna ég er ekki viss og áttaður á því hvað þessi vídeó þín eru í raun góð, sko. Nei, ég átta mig enga veginn á því. Ég bara fagna hólinu, óvenjulegt að fá hól og vera að minna mig á að vera ekki egoisti þegar ég fæ þau. Já, það er svona. Og þú veist, ég passa mig á að fylgjast með, þú veist, ég er ekkert að fá mikið áhorfa á þessi vídeó, þannig að ég horfi á það og segja bara, þú veist, ekki taka sjálfan þig óhátíðlega. Já. En svo fær maður hól eins og þarna frá einni Facebook-vinkonu minni nú í dag fyrir eitt vídeóið. Já. Og hún sendi mér bara, þú veist, bara mikið af ást fyrir vídeóið og maður fær stöku sinnum eitthvað svona punkt sem segir, heyrðu, ok, cool, það var einhver að fatta hvað ég var að segja. Ég var búinn að tala í 1,5 ári gegnum skammir og svívirðingsátt, sko. Ég orkinni nú ekki neitt, sko. Nei, ég fæ hvorki skammir eða fæ enga skammir, sko. Nei, ef þú lest kommentin undir fyrstu vídeóinu þá er það bara, ég er halvviti með hóri í nebba og hérna ræpu í nærbuxunum eða eitthvað. Það var alveg rosalega viðbröð, sko. Já. En hérna, það er svo gott að lifa eftir þessu prinsipi fólk er fíbl. Já, þetta er líka góð punktur sem kemur með vegna þess að þú ert búin að minna á öðru hvoru á það að þú hefur gert ísbrjóðsvinnu. Já, ég held að ég hafi fundið upp þetta orðatiltæki fólk er fíbl. Já, aldrei eitt áður en þú vorst að segja þetta. Nei, ég sagði þetta þegar ég var með tölvubúðina í Engjategnum. Þá sagði ég þetta eftir einhvern erfiðan dag þegar það var fullt tungl. Fólk var, sko, ef það var með tölvubúð, þá loga allar línur þegar fullt tungl er, sko. Já. En ég fagna því að geta sagt þið eru heimsk, kvitta fyrir Axel. Smekklegt, láta mig taka hérna gapastokkin. Ég alveg elska það. Já. Það er mitt. Alveg, ég dotsaði og svo bara ég fyrir aftan. In my face. En það tók mér smá tíma að fatta þetta með ísbrjótin vegna þess að því þú varst ofta að tala með þetta í vetur með ísbrjótsvinnuna og ég vildi nú ekki kvitta fyrir það vegna þess að ég var byrjaður að gera efni sjálfur áður en þú byrjaði. Mér fannst ég ekkit endilega að vera að gera hluti því þú varst byrjaður að gera hluti. En svo fór ég að hugsa um þetta í sumar þegar ég var að gera efni mitt. Þá fór ég að fatta hvernig til dæmis ég er að þora að segja hluti sem ég hefði ekkert þorað að segja áður. Af því þú hefur riðið á vaðið að þora að segja hluti. Bara skýtt með hvernig fólk tekur því. Og þannig er ég alveg spottan sammálaðir að ég er að gera hluti í dag sem ég þora að gera út af því sem þú hefur þorað að gera. Já, svo ert þú sennilega eini maðurinn sem að skilur þegar ég er að tjá mig þreytuna og orkuna sem fer í þetta. Því ég sé í vídeóunum hjá þér hvað þetta tekur á þig líka. Þegar þú ert að koma með þín gegnumbrot, sko. Já, og þú ert reyndar að ísbrjótast á svolítið svæðum sem að ég hef alveg látið vera, sko. Og þá sé ég einmitt hjá þér sömu þreytun og ég kannast svo vel við þegar ég var að spóla mig í gegnum ísinn, sko. Já, og þetta er alveg ótrúlegt. Já. Af því þetta ætti að vera bara, þú veist, maður er að tala í myndavélina, en maður tekur á. Nei, þetta er nefnilega andlega barátta. Já. Það er svolítið þannig, sko. Ég hef upplifað þetta þannig, ég get líkt þessu við það að mér líður eins og ég sé að seila mig inn í ákveðna þoku og ná að taka eitthvað út úr henni. Já, einmitt.
og það kom upp úr mér í einu vídeo, ég tók að því ég horfi náttúrulega á allt aftur. Það veltur upp úr mér á einhvern stað, ég að taka eitthvað úr tóminu og koma því í orð. Já, einmitt. Þetta besta lýsingin sem ég fæ á þessu, þetta ótrúlega orka sem fer í það. Já. Það rétt, en þú ert að gera mjög góða hluti og hérna ég náttúrulega bara fagna að þú ferð hressilega fram á mér, sko. Þá get ég fara að gera kettlingamyndböndin mín, græði eitthvað peninga. Ég upplifi ekki að ég sé að gera það snitt slíkt, sko. Já, þú ert alveg á frábæri leið, sko. Og ég eiginlega þarf að skamma hlustendur okkar að vera ekki nógu duglegur að dreifa vídeónu þínum, sko. Já, mér langar að tjá mig þetta. Ég lít svo á og ég sé að grafa einhverju hólu einhvers staðar. Ég að róta einhverju upp. En ég ekkert viss að hinn almenni hlustandi kunni að vinna úr því. En ég veit að menn eins og þú geta unnið úr því. Ef það kemur punktur einhvers staðar, þannig að ég endurheimsæki helst ekki punktana mín. Nei, það nú sama hjá mér. Maður hefur bara ekki tíma eða orku í að fara aftur tilbaka, sko. Þetta algjörlega one way street, sko. Já. Og einu skiptin sem maður fer tilbaka bara ef það þarf til þess að rökstyðja punktin sem maður að koma núna. Og svo bara svo mikið að gera, sko. Já, heldur betur. Þessi sturlarar eru alveg að ganga af göflunum, sko. Já. Heldur betur. Ég búin að vera alveg á hæstrín alla vikuna út af refljótsímálinu, sko. Já, einmitt. Og svo loksins náði í dag, heyrðu, þetta líka spunnin í spuna, sko. Já, þetta margfaldur spunni. Já. Og ég reyndar var ofboðslega þreyttur þegar ég sá hvað fólk sem ég hélt að væri svona allavega hálfvakna með annað auga stökk inn í spunan, sko. Já, þetta svolítið merkilegur spunni. Það var einhver stelpa sem að býr hérna staðsett á einni Lesbos sem að skrifaði á Vísir einhvern listabrif sem að fólk var og ég sá að þú kommentaði við það og ég kommentaði við það líka. Já. Og svo kom eitthvað fleira hérna með þessa, hvað hún Bryndís sem að gerði þessa Facebook-síðu, en það svo augljóst spunni, það svo augljóst tröllagengið þarna. Já, svo bara félagsmálaráðherra búin að senda Sameinuðu þrjótunum bréf, já við erum til í að taka við alveg fullt af flóttamönnum, Íslendingar bara alveg til í þetta, bara what? Já, mér fannst merkilegast að erlendir aktivistamiðlar voru byrjaðir að vitna í þetta áður en þetta voru orðið ljóst og þá hugsaði ég, heyrðu, hvað í gangi? Já, það einmitt þessir erlendu, það að hluta til þess vegna sem ég væri til í að fara með þessa pælingar yfir á Scandinavian Report, sko. Já. Fyrsta lagi engin spámaður í sínum heimahaga. Amen. Og ég held bara að það sé mjög gott að koma þessum pælingum okkar á víðari völl og það miklu skemmtilegri kommentin sem ég fengið á Scandinavian Report. Þau miklu uppbyggilegri og dýpri. Ég sammála þessu, þetta spennandi pæling. Já, ég veit ekki hvort við höfum náð alveg svakalega góðu flæði í þessum djúpköfunum, sko. Og þannig að það er spurningum að gera þar, en ég held að gera samhliða ekki góð hugmynd, sko, því við höfum bara ekki orkun í það, sko. Það fara eitthvað að endurtaka efnið, sko. Já, við erum heldur ekki þannig týpur, sko. Nei. En við gætum að vísu gert þetta hnýtt með það, sko, við gætum, eða þú gætir því þú ert útvarpsstjórinn, þá gætir gert lista yfir sko eitthvað 3-4 atriði til að ræða. Nei, ég vildi reyna að flytja þessa dýnamík yfir á enskuna, sko, ef við getum. Já, en það gæti tekið tíma. Já, það alltaf leið. Af því að ensku hlustunir hafa ekki hlusta á djúpköfun í 1 ár eða hvernig var fyrsta? Október, nóvember held ég. Ég sá viðtal við listamann eitthvað sænskan eða eitthvað svona bara dagskrárkynning, sko. Já. Og hann satt svona alltaf illa með síkur alveg, hann eins og var blind fullur, sko. Þá var ég velta fyrir mér að gera
gera þátt sem heitir Axel Fullur. Og þá ég bara ég ekki svo eini á YouTube sem reykir í vídeóunum sínum? Ég veit það ekki. En ég var það sennilega svo eini sem væri alveg á eyrunum. Já. En ég hugsaði einhvern tímann í sumar, ég hugsaði, já, hvenær ætli YouTube muni loka rásinni minni bara út af reykingum? Hvað segirðu? Segðu aftur, ég var að lesa komment. Að hvarfla að mér í sumar hvort YouTube myndi einn daginn loka rásinni minni út af því ég reyki í vídeóunum mínum. Ertu ekki með sponsor? Viceroy eða? Það var að splæsa þig gratis sígarettum, come on, sko. Já, the Marlboro Man. The Marlboro Man smokes Prince. YouTube neyði til að svona greia át, sko, það verður svona grátt svæði og á reiknum verður grátt svæði líka. Já. Það svo klúkið svo klikk. En þú varst að tala fólkið í kringum okkur. Ég að taka eftir því, hvenær byrjuðu við að tala píratana, að expósa þá? Ég byrjaði eiginlega strax, ég var í samskipti við Birgittu, sko, við vorum ágætis kunningjar, sko, spjölluðum og ég hef ekkert á móti Birgittu blessuninni. Ég held að hún sé góð kona inn við beinið, en hún bara svo alvarlega blekt, sko, eða eitthvað ekki í lagi, sko. Maður bergir á eiturbikar, sko. Já, en ég byrjaði nú það var svona fljótlega eftir að hún sagði upp honum Wikileaks-gaur. Já. Og það voru punkta, því að ég gleymi aldrei neinum punktum, sko. Og þú veist, til þess að gera beina línu þarftu minnst 2 punkta, sko. Og ef þú farið fleiri punkta svo inn í línuna, þá sérðu ákveðna línu, sko. Og hún talaði þegar við vorum að tala saman, hvort það var einhverju mótmælum eða eitthvað, þá segir hún svona, já, ég var nú svona í veislum í ameríska sendiráðinu eða hvort það var bara í viðtali sem hún sagði, og þar hitti ég hana Assange og þar var bara, já, betur, varst þú bara í veislum í ameríska sendiráðinu? Svo einhvern veginn, hvort hún var að blogga á veggnum sínum eitthvað, þá var hún að tala sko, já, ég var nú að vinna hjá NATO, sko, eða var í NATO og ég nefndar störfum hjá NATO og það var bara, og ég frontaði hana með ákveðna hluti með þetta, ég sagði, ert þú bara farin að vinna hjá NATO? Já, það þarf að breyta systemin innanfrá, ég bara sem kom á það, veist. Og þá byrjaði bara einhver útunga, góði, láti ekki svona, byrjaði bara þetta, sko. Og þá eiginlega áttaði ég á því og hún bara á einhver allt annari leið heldur maður hélt, sko. Já. Og sama með fyrirvarandi félagamanns í hagsmunasamtökum heimilana, margir þeirra bara í einhverjum allt öðrum spunum heldur en maður hélt, sko. Já. Og þannig nú það, en þannig að það var nú svolítið síðan að ég sá í gegnum Birgittu, sko. Já. Ég man ekki hvernig það var hjá mér, það var það leyti sem að þau breyttu borgararhreyfingunni yfir í hreyfinguna á Alþingi, þau 3. Já, og þá var 4. komin yfir til VG, hún Þráinn. Já, og það vakti mig til að hugsa, hvað í gangi þarna? Já, en það virðist vera, sko, að þetta fólk á vinstri vægnum, það svo, það bara beygt undir Sovjetguðinn, sko. Já. Þegar Sovjet kallar, þá bara spurjaði hvað þarf ég að opna raskataða með mikið núna, sko. Svolítið merkilegt með vinstri hreyfinguna í stjórnmálum að það virðist vera mjög auðvelt að splundra slíkum hópum. Já, þau standa, já, þetta eru svona hópistar. En talandi Birgittu, vegna þess að mér finnst, sko, ég fór að horfa á þetta þarna þegar þau breyttu nafn og splundruðu borgarhreyfingunni
og þá fór ég að pæla og ákvað bara að fylgjast með á hliðarlínunni því að ég fylgist ekkert svo vel með mainstreaminu. En síðan sannfærist ég þegar hún stofnar Píratahópinn og ég er nú búin að telja til nokkra punkta af því að hversuna ég er að horfa á þetta svona. En ég sé að í kringum okkur er þó nokkuð að fólki byrja að horfa svipuðum augum á það sem við köllum Pírataspunna. Já, hann er nú nokkuð augljós, sko. Heyrðurðu síðasta sögu viðtalið á mér eða? Nei, ég á eftir að hlusta á. Ég er búin að vera bara í eigin heimi með mín vídeó og lóðar í hundana og já, er svona koma aðeins til jarðarinnar núna. Já, ég þarf sem stans að lækka því í grúppíulistanum núna. Ég veit ekkert hvað er að gera. Ég hef enga stjórn á þessu. En ég hef aðeins verið að monta mig af vinsaldalistanum á Vísi. Ég er bara alltaf á toppnum, sko. Já, það er svona, þú veist, það er að meiklast grjótið. Fólk er að byrja að hugsa, heyrðu, kannski er þetta ekki svo vitlaust eftir allt saman. Kannski er þetta allt í lagi að hlusta líka á bullið. Já. Ég er í 15. sætið ennþá, sko. Ég fekk komment. Með seinna vídeóið, sko. Á tímabili var ég með bæði myndböndin á vikulistanum, sko. Já. En að ég sé ennþá hangandi í 15. sæti, sko. Það er bara fínt, sko. Miðað við menningarástandi á landinu. Já, miðað við að þeir segja bara í beinni Harmageddon, hann sagði við mig hann í þar síðast að já, hann ætla bara að þeir menn hlusta ekki á svona ruglu stampa eins og þig. Það er fín auglýsing. Já. Ég var nú að stríða Frosta, hann sendi mér alltaf á Facebook og spyr hvort ég vilja koma í spjall, reynda síðast blæði ég að fá að tjá mig flóttamannarugli, sko. Já. En þar áður þá sendi Frosti, já, ef við ekki að tala þetta skotárásina þarna í Virginíu. Já. Og ég segi, já, jú, þið með ringja bara og ekkert mál og allt í góðu lagi með það. Og svo segi ég, en heyrðu, þetta er eiginlega ekkert spennandi fyrir mig lengur, þeir hættir að vera með svona ókurteisi og dónaskap. Þannig að þið verður aðeins að koma krydd í þetta aftur, sko. Hann bara, ha. Og þeir eru mjög kurteisir þess að 2 þætti. Okay. Hvernig varstu síðast hjá þeim? Reyndar hann að þeir ringdu, ég var bara tvisvaraldi í síðustu viku, ekki það verið. Nei, dagarnir renna svo saman þegar maður er að vinna, það fer allt einhvern veginn í vitleysu bara, sko. Já, ég hef eftir að fylgjast með, ég hef bara tekka á þessu þegar ég fer núna. Ég fer í gegn með þig í kvöldi og morgun, þá tek ég þetta með. Já, þetta var 1. september sem þetta var, já. Svo þegar styttast í það ég gerir vídeó til þess að debugga út af sögu. Já. Já, ég styð allt sem er í gangi, sko, eða þannig. Ég bara, ef Markus heyrir þetta og bara, það er ekki gegn Markusi, sko. Nei, þeir eru ágættir félagarnir í Morgunþáttsfélagarnir eru í góðu lagi, sko. Ég alveg elska þessi fáu skipti sem að ég hitt Markus í útvarpssendingu og við höfum tekist á. Já, ég held að Markus og Jói séu ekki meitlarar, sko. Ég held ekki, en maður veit náttúrulega, já, hitt var 28.8. Ég er með myndina við hliðina á Birgittu. Þetta er sætt. Og næsta vídeó fyrir ofan með listans er að fara dildó í raskatið. Og því meira sem ég pælt í henni og Pírataspununum og þegar ég fór að sjá annað fólk í kringum mig, ég er búin að vera að sjá svolítið að fólki í mínum vinnahóp og þínum er að vera að byrja að hafa orð á þessu með bæði ekki bara Pírataspunan og leiðtogaspunans heldur tröllin sem fylgja þeim. Já. Bara síðast í dag að ég var að skjótast þarna, þurfti að skjótast í Reykjavíkur, að þá kveikti ég útvarpinu og hlusta á þáttinn með Pétri Gunnlaugs og þar sem hann var að tala um Óla Ufsa á sögu. Og ég var nú ekki alveg í stöðu til að hlusta á það, en ég hlusta á það þangað til ég var búin að fá að vita hlutir sem ég átti að fá að vita. Og farin út í mystískina. En Óli er mjög hrifinn af Pírötum, sko. Og
hann hafði orð á því að það væri svo opnar og gegnsæðar umræðurnar innan félagsskapans. En ég að heyra allt annað frá fólkinu á netmiðlunum og það var fólk í okkar hóp sem að gerði test af þeim á Pírataspjallinu bara fyrir viku síðan með eitthvað frá mér. Já. Og kommentin sem þau fengu tilbaka var bara, þú veist, sönnun fyrir stelpurnar sem voru að taka þátt í þessu á því sem við erum búin að vera að tala um. Ég ætla ekki að nánar ofan í þetta, ég ætla ekki að vera expósa einn eða neitt. En ástæðan fyrir því að ég svo mikið að hamra á þessu það að undir aldan á bakvið Pírata sóknarhópinn, bara samanlagðan hennan hóp, að koma á ruglinu frá 2012, því sem vinstrihreyfingin kallar stjórnarskrá fólksins. Og fólk áttar sig ekki á því að þessi stjórnarskrá stórhættuleg. Stórhættuleg. Nei. Og þetta það sem Pírataspurning snýst um. Hérna kemur Lárus Baldursson með kenningu, getur verið að hreyfingin og síðar Píratar séu á New World Order styrkjum hjá George Soros. Það finnst mér ekkert ólíklegt. George Soros styrkir held í vinstrihreyfingar. Hann styrkir bara hreyfingar sem hann græðir af honum, skýtsama, á þessum levelum hann skýtsama um einhverja hugsjónir, sko. Já, þeir svona skipta samt liði, sko. Ég myndi ekki endilega pæla með George Soros, ég myndi meira pæla með sko, þetta með Fabian Society og Rand Corporation. Já, en síðan alltaf ykkur sem að mætir upp á dekk með peningana og arrangerar og stýrir, sko. Og George Soros hefur verið mikið í því, hann hefur svo þannig að Núland, þetta ameríska gengi sem að gengur og glæpast út allt, sko. Já. En það sem skiptir svo sem kallar máli hverjir nákvæmlega persónur og leikinnar en George Soros einn af þeim sem að setja billjónir dollara í destabiliseringu og viðbjóð, sko. Já. En ég held að hann vinni meira sko með öðrum aðferðum heldur en að spá í sko litla stjórnmálaflokka upp á Íslandi. Ég held líka, já, mér fannst svo skrítið þessar þvælingurinn að Birgittu inn á ameríska sendiráði, sko, bara í partíum þar og þar hitt hún náttúrulega þennan disinfo-gaur í Wikileaks, sko. Já, þáttakan í NATO líka rauðið svo stórt rautt flagg, sko. Já, ég meina, þetta bara ferillinn hennar ein hræsni, sko, bara þú ferði yfir ferillinn og bara öskrar orðið hræsna á því, sko. Og það eru tveir punktar í þessu sem að mér finnst skipta máli, allavega eins og ég horfa á hlutina, því að við erum alveg sammála það að þetta snýst ekkert sko mannin á sviðinu. Maðurinn á sviðinu bara að gera eitthvað sem að, hann gæti meira að vera að trúa bullinni sjálfum sér. En þegar ég hef reynt að benda á þetta stöku stöðu með Birgittu að það sem ég að horfa á hver að hvísli eyrun. Hverjir eru ráðgjafarnir á bakvið? Fólk í okkar umhverfi ekki byrjað að pæla í þessu. Það til dæmis eins og bara tökum Fiskistofu sem dæmi. Þegar sjávarútvegsráðherra ákveður að Fiskistofa flytji til Akureyrar, þá allir að horfa á ákvörðun ráðherra. En enginn tók upp hanskan. Ég reyndi nokkur sem að benda á þetta og ég skrifaði bloggrein þetta sem að fékk áhorf inn á blogg.is. Það var enginn að spá í það að aðstoðarmaður ráðherra fyrrum deildarstjóri upplýsingadeildar Fiskistofu. Og ráðgjafar ráðherra hafa rosalega mikil áhrif. Vegna þess að þeir vinna alla heimavinnuna fyrir ráðherrann. Þeir sikta á. Ég held reyndar sko að við séum, ég verið að nota þarna líkingamyndina hans Malcolm X, sko. Ég held að íslenska valdstjórnin í hlutverki húsþrælsins, sko. Þeir ráða einhver lengur, sko. Það kemur bara á faxinu til þeirra, 5.000 flóttamenn, get it through. Já, en faxið gæti verið rödd aðstoðarmanns eða ráðgjafi aðstoðarmannsins. Við vitum ekkert hverjum aðstoðarmaðurinn er að þjóna. Þetta stærra network. Já, faxið kemur frá NATO og CO og þar eru saminuðu þrjótarnir inni í CO-inu, sko. En það sem ég að reyna að benda á að mér finnst að fólk sem að vakna megi vera duglegra í að spá í hver í sko nándinni hjá fólkinu, hver í tengslanettinu, hver ráðgjafi ráðherrans, hver aðstoðarmaður ráðherrans,
hverjir eru fjölskyldumeðlimir, hverjum tengjast þeir og svo framvegis. Að leggja betur upp púsluna og deila því á Facebookinu og nota hashtags til þess að sko láta upplýsingarna flæða. Ég held reyndar sko að þetta sé miklu dýpara sko, gömlu Bilderberg fjölskyldunar, Nordahl fjölskyldan og þetta lið sem hefur mætt á Bilderberg, ég hef nú fjallað það margoft áður og fjölskyldunar í kringum það, þetta er svona El Familia sko, að það stjórna Ísland ennþá, það er ekki spurning það og þessar fjölskyldur eru með öll tengslin við eins og Rockefeller og þeir eru með öll viðskiptatengslin á hendi sér og ef eitthvað fyrir samkeppni við þá er þeim bara stútað með skattstjóra eða ríkislögreglustjóra eða eitthvað svona skoffinum sko. Já. Og þannig að þar liggur húsþræla valdið á Íslandi og þessir erlendu öfl fara ekki að skipta þeim út. Þess vegna hefur mín greining verið svo að sko, það er alveg greinilegt að Birgitta er búin að selja sálu sína sko. Þeir eru með eitthvað á hana eða þeir eru með tak á henni sko. Annars er ekki hleypa svona miklu til hennar sko, því þeir eru að peppa hana upp. Já. Og þannig að þeir eru með eitthvað tak á henni. Annarkvort er það alveg svaka mikið af peningum með eitthvað lofar eins og Bill Clinton var frægur fyrir sko. Hann sendi öryggisverðina sem spurði kellingar, heyrðu, ef að Billy fara að ríða þér vilt það fara þín að rosa fínt jobb sko. Og þarna það var alltaf nóg að ríða hjá Billa sko. Þannig að það er einhver svona peninga eða það er einhver samningur í gangi sko. Það er mjög líklegt sko. Og Birgitta er algjörlega ofurselt undir þennan samning og er bara í vinnu hjá þessu píramidasvindli sem að NATO og Co er sko. Já, maður getur líka orðið, sko, það er líka annar flötur á þessu og það er sá að þú getur, sko, fólk stundum blekkist af sínum eigin vef. Nei, hún er ofurselt, sko. Þetta er ekki eitthvað svona klaufaskapur, sko. Ég er ekki að meina það til að þannig, sko. Ég er að meina það að þegar þú ert komin með fylgjendur, þegar þú ert farin að drekka veiturbyggarnir, þá kemur upp ákveðin egoismi, þú slærið ekki af því sem þú ert að gera og þá er svo auðvelt að hræra upp í þér og maður verður háður sko athyglinni, maður verður háður popúlismanum, maður verður háður leiðtogismanum, þetta er eiturbyggar. Og þá er svo auðvelt að sko ef maður hefur ekki heiður, ef maður hefur ekki innri heilindi og ef maður veit ekkert hvað það er og þá er svo auðvelt að spila á hégóma girtina hjá manni. Þannig að sko, ég er ekki að segja sér svona, ég er að segja að við megum ekki afskrifa þann möguleika að fólk getur verið komið á sviðið og ef það er smælingjar í hugsun, þó að það komi sér einhver búinn að setja þig upp á svið, ef þú ert smælingi í hugsun, þá verður áfram smælingi í hugsun. Já. Og við megum ekki gleyma því til dæmis að sko, það er verið að tala það núna að þeir hafi fengið 36% fylgi í skoðanakönnun. Já. Það voru bara 57% sem svöruðu. Já, skoðanakannur eru líka falsaðar, sko. Þú getur ímyndaðir ef þú ert með það er það sem ég verið að benda fólki á. Ég er nefn þá, já. Þú ert að koma inn aftur, já. Já, það er sko, ég verið að benda fólki á að ef að þú hlerar öll heimili landsins eins og er gert. Já. Og all skoðanafyrirtæki landsins eru undir herstjórn, sko, eða eru CIA front, eins og Gallup er CIA fyrirtæki. Að ef þú ert með njósnirinn og öll heimili landsins, þá er svo auðvelt að búa til lista, það sem þú fær bara þá niðurstu sem þér sýnist, sko. Já. Þú heyrir bara á tali fólks hvað það ætlar að kjósa og svo bara kemur einhver listi, þetta er úrtaki, 12 úrtak, sko. En menn þurfa átt að sjá því, sko, að þessi öfl eru með fulla stjórn á öllum tölvum, þannig að þú situr random úrtak úr þjóðskrá, þá geta þeir stýrt í nákvæmlega hvaðan öfl komið upp, sko. Þeir stýra random tippinu í tölvunni, sko. En svo er líka þetta að spila svolítið á fólk, sko. Ertu fylgjandi því ertu á þeirri skoðun að þú þurfum að auka gegnsæi á Íslandi? Þú svarar kannski já.
Vissir það að Píratar hafa á stefnuskrá, eftir hlindur því að Píratar hafa á stefnuskrá sinni að auka gegnsæi á Íslandi? Já, ég er hlindur því. Já, Axel er hlindur því að Píratar hreinsi til í spillingun á Íslandi, sem sagt, hann er komin í þessi 36%. Þetta er svona ofur einföldun, sko. Já, þannig að það eru nokkur þrep sem þið farið gegnum til þess að ná þeirri niðurstöðu sem þeir eru búin að ákveða fyrirfram, sko. Sjónhverfingu. Já, sjónhverfingu. En þá velti maður, og sko þeir myndu aldrei hleypa þessu valdi til Pírata nema þeir séu með hreðjartök á liðinu fyrirfram, sko. Já, sko, þeir eru ekki að hleypa neinu valdi til Pírata, þeir eru bara að segja fólki að Píratar séu öflugir í skoðanakönnunum. Það er ekkert konar kosningar. Já, ok. Það er ekkert þar með sagt að hún fái það fylgi sem verið að tala um. Þannig 45% af fólki sem ekki tók afstöðu í síman. Fólk veit alveg hvað er í gangi, það er ekkert tilbúið að svara núna. Já, en sko gæludýrið, þeir hleypa náttúrulega ekki gæludýrinu neitt langt frá sér, en sko ég meina fólk tekur ekki gæludýr sem eru eins og við myndum flokkast undir eitur nöðrur, sko, sem myndum býta frá okkur í allar áttir, sko, og skemma allt plottið, sko. Já. Þannig að þeir hleypa engum að sér nema gæludýrum sem eru svona litlir saklausir kettlingar eða andarungar eða eitthvað svona saklaust lið, sko. Já. Og leiðtágan myndu þeir aldrei styrkja nema þeir séu með hreðjartök á hann, aldrei. Já, ég er sammála þessari greiningu. Það er alveg pottþétt að einhver hefur einhvers staðar hreðjartök á þessari ágætu konu. Já. Það er alveg öruggt. Og við myndum geta rætt við hana hérna til miðnættis í kvöld og hún myndi aldrei viðurkenna eitt en eitt. Hún myndi bara fylla hausinn á okkur og alls konar orðagjálfi. Já, pirringi. Láta ekki svona strákar og koma í eitthvað frasa sem að... Verið jákvæði, komið á Pírataspjalli, ekki láta svona. Sko, þeir eru búin að vera 6 ár á Alþingi, og það er 7. árið á Alþingi, þá ertu orðin vanur að vera með frasana og fylgjast með og læra af því hvaða frasar selja. Já, þú sér það líka í þannig að opnunarræðinu á síðasta þingi, hvað heitir, þegar byrja bullið þannig? Ég veit ekki. Formennar að vera með einhverja svaka ræður, sko. Og þá sérðu bara hún er að praktisera svona eins og Obama, yes we can, yes we can, yes we can. Hún er með svona bara svona augljósa tilburði, sko. Og líka hún litla snúlla þarna í Vinstri grænum. Hún er, það eru saman í svona einhverjum töframanna skóla, sko. Sko, svo koma líka frasarnir, þú veist, við ætlum að færa vald til fólksins og svo kemur stundum í sömu viðtöl. Já, fólk vill heyra þetta, sko. Já, við erum að berjast fyrir gegnsæi, sjáum þau bara, við erum að berjast fyrir, sko, fyrir free speech, við erum búin að láta afnema, hvað heitir það, guðlastslögin? Já. Og sjá bara, við viljum gera breytingar á fiskveiðimálunum, sko, og við erum með eitt helsta togaraskipstjóra landsins og bak við okkur með allar pælingarnar og tölurnar og þvætningin. Já, en þetta er alltaf sama sali bunan, sko. Það er alltaf, veist, það var alltaf, Jóhanna Sigurðardóttir er æði, skilur við. Svo endar hún sem rotið flak og selur þjóð sína bara down the drain, sko. Nú, svo er eitt spunni líka, sko, já, við ætlum að fá stjórnarskrá fólksins inn og sko stjórnarskrá fólksins, þetta hugtak sem hefur ekkert að gera við bulli frá 2012 raun og veru. Þetta hugtak merkir fyrir mjög mörgu fólki svona rebelismi og aktivismi gegn spillingaröflunum. Og það er svona subliminal sálfræðiverki. Það var eiginlega sorglegt að þú skildir ekki að hlusta á útvarp söguvitalið því að þar sagði ég við Markus blessaðan öðlinginn. Þá sagði ég við hann að sko mannréttindi væri blekking. Og Markus bara, nei Axel, hættu nú alveg, sko. Ég hef aldrei hitt eins á taug hjá Markus og þarna, sko.
og hann hérna ég gekk alveg fram á hann og svo hérna tókum við aðeins debate þetta og hann á endanum sagði já, þetta rétt hjá þér. Ég að tekka á þetta síðan þá á vefnum. Já, þetta á vefnum. Það fólk fattar þetta ekki. Það tekur, sko við erum búin að tala oft þetta með mannréttindir, umræðin blekking og svo allt í einu koma upp á borðið umræðin á að snúast borgararéttindi ef eitthvað væri. En allt þetta, að því vorst að tala með Birgit og þessa vinstri grænastelpu og fleira, það rosalega mikið af þessu fólk, þá ég ekkert til að tala þessa leiðtoga, ég alveg að tala fólki sem fylgir þeim. Þetta fólk sem trúir á hugtakið lýðveldið frá 1944. Já, þetta fullkomlega blekt gólums. Sko, þetta fólk trúir því að eina leiðin til þess að gera breytingar sé leið lýðveldisins. Lýðveldiselituna. Þau eru að beita sömu tólum og lýðveldiselitan. Lýðveldiselitan búin að beita þessum tólum áratugum lengur og með alvöru skipulag í því. Svo þú breytir þess ekki, þú bara tínist inn í spunana. Já, sko, það svolítið fróðlegt að hlusta á viðbröðin hjá Markusi, að hann svona háskólagenginn öndvegis Íslendingur, sko. Markus mjög, ég þekkt hann í mörg ár og hann svona einn af þeim Íslendingu sem maður myndi kalla öndvegismann, sko. Já. Og hann myndi aldrei vilja gera flugumein, sko, ef hann myndi meiða flugu óvart að hann væri grátandi í nokkra vikur og eftir, sko. Þannig að hann svona alveg eðal drengur, sko. En hann kemur náttúrulega úr þessum blessaða háskóla samfélagi, sko, þannig að þegar ég, stjórnleysingin og óþekktar ángin segi svona mannréttindi eru blekking, þá alveg bara fólk bara það áfall, sko. Sko, Markus náttúrulega bara íslenskur maður. Já. Bara íslensk manneskja. Hann pæltur og hann pælir og hann grúskar og hann talar fólk og hann læginn líka við það að fá fólk í viðtöl til sín til þess að segja hluti sem hann kannski myndi sjálfur vilja segja en kann ekki við að gera því sem útvarpsmaður hann að gæta ákveðins hlutleysis. Og hann svolítið snjallur. Hann líka mjög vel menntaður. Hann veit stöf, sko. Já, og ég teki eftir því, hann fylgist mjög vel með og mörgum hlutum. Og kemur ekkert á tómum konum hjá hann. Alls ekki, sko. En ein af ástæðunum fyrir því til þess að ég kem fyrst í viðtal á útvarpssögu á sínum tíma vegna þess að ég var búinn að hlusta náttúrulega hinar á þessar útvarpsrásir. Og þegar ég var að byrja að vinna með hugtakið endurreist þjóðveldi, þá hugsaði ég, hvar myndi ég vilja koma fram í viðtali? Og niðurstaðan var mjög einföld, það bara Markus sem kemur til greina að ég myndi tala við þessa hluti. Og það hefði ekkert að gera með það hvað útvarpsstöðin væri. Og það var bara út af því að ég ber virðingu fyrir þessum útvarpsmanni. Og ég held hins vegar að, sko, ég fylgst náttúrulega með útvarpssögu, hvað útvarpssaga byrjar 2003, 2001-2002 hún byrjuð, en svona að sigla svolítið inn á sjónsviði 2003-2004, en þá líka tekur útvarpsstýran sig til, sko, hún hreinsaði stöðuna. Hún byrjaði þarna með, eins og Sigurður G. Tómassyni og Ingvar Hrafn, og ég held hann hafi verið þarna líka sem búin að vera á bylgjunni alla tíð, hérna, alveg frábær útvarpsmaður, Tórarensen eitthvað, eða Tórótsen eitthvað, ég man ekki alveg hvað hann heitir. Þau voru þarna 4 sem stofna stöðuna, en svo bara á 2 árum hreinsar hún þá út. Það var ekki Hallgrímur eitthvað? Hallgrímur, já, Thorsteinsson. Já, og maður svona fylgdist með þessu, ég hugsaði rosalegt skaplítur blessu konan að hafa og vilja. Það fullir virðingu fyrir aðþróður, sko. Það voru líka alls konar fjárhagserfiðleikar, sko, þau áttu ekki að borga laun og svona alls konar erfiðleikar, sko. Já, ég þekki það ekkert og þetta ég bara svona farið yfir ákveðna punkta sem hann eftir. En svona það fékk mér til að hugsa, sko, fylgjast með þessari stöð í gegnum árin, að reglulega hefur hún bara hreinsað út fólk sem henni líkar ekki við. Og það segir svolítið mikið Markus að hann búinn að vera þarna árum saman. Já, hann er lunginn kallinn.
Hann var kannski í þeirri stöðu sko að hann þoldi sveiflur í launum sko. Ég held að hinir gaurarnir hafa bara ekki þolan eina sveiflur í launum sko. Já, og líka bara varandi ritskoðun. Ég held að ég fékk að koma þarna 4-5 skipti í vetur að ræða stjórnarskrá þjóðveldis og hluti og síðan var bara svona skyndilega eins og var sett ákveðin loka fyrir það. Ég sagði, getur það verið, þetta er ekkert, ég bara að hugsa upp á sko. Og mér finnst ekkert, og það er ekki meint neitt neikvætt sko. Vegna þess að ég átta mig alveg á því hvers konar jaðarmálefni þetta er. Sérstaklega inn í sko umræðu spunum samtímans, ef ég má orða það svona. Að ég var búin að átta mig á því frá því kosningunum voru 2013 að það væri ekki allt með útvarpssögu eins og útvarpssaga segir að þessi. Útvarpssaga er líka sko, hún er svo ólík sko, hún er eiginlega bara sko, þú sérð ekki alveg svona línu í gegnum stöðuna sko, þessu morgun úr útvarpið er allt öðru sem símatíman hjá Pétri og henni Arnþrúði sko. Já, ég sé þetta. Og þannig að sko, og síðan eru svona þáttastjórnendur. Það er ákveðið svona pólitísk lína en það er svo bara morgun útvarpið hjá Markusi og Jóa er bara svona eyja í þessu dæmi sko. Þeir eru ekkert inn í þessari línu sko. Já. Sama og Harmageddon hjá Vísir sko. Þeir eru ekkert svona alveg inn í corporate línunni hjá Vísir sko. Já. Og það getur vel verið að þeir hafi smá áhyggjur að því núna hvað viðtölu mín hafa fengið rosalega mikið viðbröð sko. Eða mikla hlustun sko. En mér langar að bara klára hann punkt, en ég svo sem ekki áhuga á þessum punkti þannig séð. Heldur finnst mér bara áhugaverður. Mér finnst áhugavert alltaf þegar ég átta mig á þegar ég læri betur að fatta samfélagið og samfélagsumræðurnar. Og að sko það er ákveðin tónn í því sem að útvarpsstjórnin vill að sé í þessari stöð. En hún notar slagorð eins og þar sem þjóðin kemur saman og hlustar eða talar. Þar sem þjóðin kemur saman og talar. En ef þú hlustar fram hjá því, ef þú hlustar á byrju hvaða umræðu efni vilja þau, hvaða málefnum hampa þau helst. Og ef þú fer síðan að spyrja byrju hvaða umræður þarna dett inn ákveðin umræða, en svo allt í einu bara eins og klippt á hana. Umræður sem nefnilega gekk mjög vel. Þetta voru skemmtileg viðtöl, skemmtileg þættir og það voru að koma góð viðbrögð við þeim. En sko við megum ekki gleyma því að Pétur er sko, ég er svona kannski svolítið að fara út á halvan ís, en miðað við það sem ég sé, hann er lögfræðingur, hann er mjög vel að sér í sko lútersk evangelískri guðfræði. Já, valdi þessu orð vandlega. Og það heyrist svolítið hvernig hann er að horfa á spillinguna og hvernig hann er að horfa á pólitíkina að hann hefur að mínu mati frekar hægri sinnaðar skoðanir sem er alveg á pari við það að vera mjög vel að sér í lútersk evangelískri guðfræði. Og mér hefur sýnst á því hvernig hann talar við fólk sem hringir inn og ræðir við það. Hann vill frekar beina umræðunum í þær áttir sem að honum persónulega líkar best. Hann er snillingur í því og hann dregur leyfi mörgum atriðum að koma fram. Þetta er ekki meint neitt illa gegn Pétri, sko. Mér finnst það mjög fær og skemmtilegur útvarpsmaður. En ég tek eftir, sko, að þegar hann fer að taka þátt í stjórnlagaspunanum 2011 og 2012, að þá uppvegaðist hann svolítið. Og hann vill það sem að þetta fólk kallar stjórnarskrá fólksins. Hann tók þátt í að búa hana til. Hann tók þátt í að móta lagalegar orðaflækjur sem er í henni. Og frá þessum sjónarpunkti, þá er ég að segja að það er kannski ekkit óeðlilegt, og ég er bara að segja að það er ekkit óeðlilegt, að honum líki kannski ekkit umræða stjórnarskrá sem er langt út fyrir ramman eins og svo sem ég setti saman, þegar hann fer að heyra þátt eftir þátt að hún er vel ígrunduð. Hún er hugsuð til enda. Vegna þess að hann vill aðra stefnu. Við erum að tala mann, sko, aftur bara undirstrikaði eins og ég sé hlutina. Ég þekki mannin ekki neitt.
ég hef einu sinni talað við hann í síma og eins með Arþrúði, ég hef einu sinni tvisvar talað við hana í síma. Og þar punktur líka sem mætti kannski koma fram, að þau eru svolítið selektív í hvaða árásir þau eru til í að gera á elituna og hvernig. Það sem mér sýnist sko, ég að sjá fólk sem vill gera ákveðnar breytingar og spillingu í stjórnkerfinu. Þau eru mjög vel að sér, eins og með Pétur, hann ótrúlega vel að sér alveg ótrúlegustu hluti, sérstaklega í heimsmálunum. Stundum, sumt sem ég að vita í dag veit ég af því ég hlusta á hann minnast á það og ég fór að rannsaka. Og þannig að fyrst, ég líti upp til þessa manns, alveg ég vil hafa það á hreinu, að þau vilja gera ákveðnar minimalískar breytingar á stjórnkerfi íslenska lýðveldisins. Það það sem ég að sjá. Ég hins vegar vil að fólk lappi út úr lýðveldinu og stofni þjóðveldi. Og það mjög eðlilegt ef þegar þau kveikja á því að þau segja nei, þessa rödd viljum ekki hafa að inni. Já, það líka annað sem að ég hef þurft að læra svolítið í þessum ferli mínum. Það að vera meðvitaður það að maður alveg bara ljósar á undan samtímanum, sko. Og maður þarf svona, ég áttaði mig mjög greiðsluverkfallið sem að ég náttúrulega bara fann upp og bjó til og í raun eina vopni sem hefði dugað í þeim aðstæðum sem Ísland var í á þessum tíma. Og ég tók þessa hugmynd þína og gerði hana geranlega. Já, en hérna... Ég endur það hana. Já, en við í Hagsmunasamtökum heimilanna fórum í þessa aðgerð, sko, og þeir sem voru með mér í stjórn þar eiga heiður skilið fyrir það. Og en síðan voru reynda margir sem að voru með í bátnum sem voru kannski meira uppteknir að taka botnlókuna úr. Og þar áttaði ég mig svo vel að sko margir sem ég var að tala við þá á þessum tíma meðan enn var að hægt að bjarga bátnum, þá voru menn alveg bara nei, við þurfum bara að breyta stefnunni, sko. Það ekkert hægt að bara sitja stopp á allt og menn bara náðu þessu koncept ekki. Og margir sem voru jafnvel svona hristu hausinn yfir með þá segja í dag, ef ég minnist á þetta við það, já, þetta réttið var eina leiðin sem við hefðum átt að fara. Þetta var mjög sniðug hugmynd, mjög sniðug, og enn. Já, og ég virði til með svo Marino G. Nelson, hann mun aldrei falla úr virðingasteganum hjá mér að því að hann var spurður á INN, hver kom upp með þessa hugmynd greiðsluverkfall? Og hann bara strax sagði nafnið mitt, sko. Marino snillingur. Ég hef oft hitt Marino fyrir reyndar mjög langur síðan. En hann veit hver ég og ég veit hver hann og ég er mikla virðingu fyrir Marino. Snillingur þessi kall, sko. Mjög klár. En sko, sama með þessa stjórnarskrá. Sko, þetta fólk sem var að vinna í hagsmunum heimilanna og reyna að bjarga því sem bjarga varð gegn þessari hernaðarárás sem Ísland var fyrir. Að fólk hoppar alltaf fyrst í páfagauks-eðlið sitt. Já. Fólk byrja bara að páfagaukast eitthvað sem að ég hefur verið kennt af hinum páfagaukunum, sko. Já. Og það næri ekki að hugsa út fyrir páfagauksboxið, sko. Það allir bara það þarf bara að fara í samræður og það þarf bara að samna og bara fólk fór í eitthvað svona, það þarf að leysa þetta með lýðræðislegum hætti og það bara, herðu, þau eru í miðju stríði, sko. Í miðju stríði ekkert leyst neitt með, það bara stríð, sko. Það bara hart á móti hörðu. Fólk veit ekkert hvað lýðræðislegur háttur Já, fólk bara, maður fékk yfir sig alla frasa seríuna akkur greiðsluverkfall væri svona slæmt og hættulegt og voðalegt, sko. Já. Og sama með fólk í þessum stjórnarskrá farsa og öllu þessu mannréttinda blekkingarugli. Fólk, þetta er bara of stór hugmynd til þess að, og svo eftir 5 ár eða 10 ár eða 3 mannsaldra eða eitthvað, þá þetta er 3 ár kynslóði, þá kan þetta var nú rétt það, sko, þetta er bara blekking, sko. Já. Þannig að maður getur ekki látið samtíman hafa áhrif á sig. Maður bara drullast aftur út í eyðimörkina og éta meira engisbrettum. Já. Og það, sko, ég áttaði mig ekkert á þessu fyrst til ég var að byrja, en ég er búinn að átta mig á því í dag. Já. Og
ég svo sem ekkert svar við því, sko, því að ég bara þessi típa sem get ekki haldið kjafti. Ég kann ekki þessa diplóleið að segja einn dropa hér og einn dropa þar. Ég kem bara og segja, heyrðu, þetta mín skoðun og fattar svo allt í einu að búa að henda mér út í smókherbyggi. Já, já. En síðan líður tími og fólk tekur, hvort sem það eru hugmyndir eins og mínar hugmyndir eða hugmyndir eins og þínar hugmyndir, að fólk sem að samt heyrði, það tekur tíma í að hugsa og það, sko, þannig gerast breytingar hægt. Það gerast hægt, hægar heldur en við sem erum kannski svolítið svona rebelískir í okkur. Við viljum sjá hlutina gerast hraðar. En þannig þetta bara. Þú veist, það kemur fram fólk með skrýtnar hugmyndir, það er undan sinni samtíð, það hefur ekki vitað á þegja og svo kannski 100 árum eftir að það er dautt, þá er kannski komnar breytingar. Mér dettur í hug bara Einar Ben. Fólk stundum að segja Einar Ben hafi viljað virkjana á álversruglið sem í gangi núna. Hann var að tala virkjanir 50-60 árum á undan þeim sem byggðu virkjanirnar. Og þá var hann aðalega að tala það að keyra upp rafmagn til þess að kynda heimilin hjá fólki og reisa gróðurhús og fólk geti borðað grænmeti. Hann var aðalega að horfa á það. Já, já. Það hefur haft mikil áhrif myndbandi sem ég gerði sem heitir Rafmagnið okkar sem rennur í sjóinn. Ég á eftir að sjá það, held ég. Það er eiginlega kveikjan af þessu að fólk áttaði sig á því að Íslendingar ekki að fá krónu fyrir öll þessi raforkuver. Já. Það er eitthvað sem ég búin að vera meðvitaður í meira en 20 ár. Margir eru búin að vera meðvitaður miklu lengur. En stundum þarf einhver einmitt að ríða á vaðið og byrja að tala það. Já, já. Ég meina, Andri Snær Magnason er mjög duglegur að tala þetta. Já, og það er ekkert... En hann er hins vegar alveg á hinni línu að það megi ekkert virkja og það sé alltaf eyðileggja landið og allt er ónýtt, sko. Það er hins vegar öfgar alveg, það er bara rugl, sko. Já, en ég meina umræðan á alveg rétt á sér, sko. Þessar vatnsaflvirkjanir eru algjör snilld og þær eru náttúrulega gríðarlegur arður og hagnaður að þeim, en það er náttúrulega ekki hagnaður að þeim eða honum er öllum stólið, sko. Já, ég er ekki á móti vatnsaflsvirkjunum, ég er á móti álverum. Já, þannig var flugan sem ég reyndar myndi ég ekki sitta álverin svona nálagt mannabyggðum eins og af því það er mengun á þeim, sko. Og að sita á einhvern út kjálka það sem er ekki mikið fólk, það skiptir engu máli, það fer allt saman bara út í veður og vind, blandast bara í náttúruna. En það er svo mikill öfgaismi, sko, menn er að tala til dæmis að ég sé stjórnleysingi og þessar greiðsluverkfallshugmyndir bara sem dæmi hafa verið svo öfgafullar. Og menn eru með svona alls konar. En ég upplifði svo Andra Snæ, hann er rosalegur öfgamaður, sko. Það má bara ekki virkja einn einasta bæ að læka, þá bara búið að eyðileggja Ísland, sko. Ég var nú einmitt með ég var á Íslandi þá var ég í heita pottinum í Laugardalnum. Ég var nú algengur gestur þar. Og þá myndast oft svona umræður í pottinum og þá var að byrja að tala um virkjanamál, sko. Fólk hafa, já, þess að virkjan er bara eyðileggja landið, þetta er bara eyðileggur landið. Bara maður er að virkja, það er bara þetta eyðileggur landið. Og ég sagði, heyrðu, við sitjum hérna í Laugardalnum. Ég skora á ykkur á því að telja upp fyrir mig núna virkjanir sem eru í 100 km radíus frá við erum. Og ég átti nú vonað að fólk gæti stumrað upp einu eða tveimur virkjunum, en það gæti enginn nefnt eina einustu virkjun. En það er ykkur 30-40 virkjanir í 100 km radíus frá Reykjavík. Þannig ég var að segja að þetta nú meira eyðileggingin á landinu, þið vitið ekki einu sinni hvað virkjanir eru sem eru hérna bara, það er hérna í Elliðaárdalnum til dæmis. Ég er ekki þessum hópi, sko. Nei. Ég er ekki á móti virkjunum sem slíkum. Ég sé þetta í allt öðru samhengi, sko. Sko, það eru merkilega pælingar sem að Pálmi hefur verið með. Var þetta Edingarðana? Já, og ég er á því að við eigum að nota rafmagnið eða orkun eða hitan í að vera með bara Edingarða, eins og hann er að tala um. Að gera það ekki er hrein heimska, sko.
Það eru mjög flottar hugmyndir og þær í sókn, sko. Já. Ég fattaði ekki alveg náttúrulega að fara að setja Sýrlendinga í gróðurhúsin. Ég náði ekki alveg fyrir tengingu. Hann bara hefur sína skoðanir. Menn að selja hugmyndina sínar, sko. Sko, nú ég búinn að vera að tala eins á ensku með flóttamenn og ég veit svona eiginlega varla hvað ég að segja, ég svona meira bara að hugsa upp á. En að þessu sögðu, ég að fylgjast daglega með hvað að frétta af einni fjölskyldu sem ég þekki til í Damaskus. Það sem eru hugsanlega að fara að leggja landið fót. Þau eru allan búin að undirbúa það þess. Og hluti af þeirri fjölskyldu komin til Þýskalands. Þannig mér ekkert sama þetta fólk, sko. En af hverju eru það að fara? Bara út af þessum morðsveitum sem ganga þarna eða? Hún hefur ekki viljað tjá sig of mikið það. Það þegar kemur af umræðu ástandi í Sýrlandi og vill hún helst sem minnst tjá sig það. Og mig grunar að það sé út að bara meðvitund filtera. Ég held hún vilji ekki að þau séu neitt target, sko. Og hún póstar helst engu pólitísku efni á vegginn sinn, sko. Nei, ég veit. Þannig að, og ég sýni því bara virðingu. Ég fer frekar bara svona í kringum þess og heitan eldinni með langar að vita eitthvað, sko. Og ég finn það fljótt á hana og vill helst ekki ræða þessa hluti. En það var einn punktur sem kom frá henni sem ég var svolítið góður að ég segi svona eitthvað tímann þannig að ríkisstjórnin er kannski ekki eins slæm eins og Vesturlönd segja. Og þá segir hún, þeir kveðja unga menn í herinn og ef að ungu menninir vil ekki fara í herinn þá eru þeir skotnir. Já, sæll, segi ég. Svo glott hún og sagði, það gera uppreisnarmenninni líka. Þannig ég held að þetta segir nú ýmislegt, sko. Syrian Girl er búin að vera að birta svolítið núna og hún að segja, sko, það eru engar lausnir í Sýrlandsdeilinu nema skúpa þessum stríðsglæpamönnum út og Sýrlendingar geti farið heim til sín, sko. Já, Syrian Girl, fréttaþulur kemur það. Ég bara með eitt stór spurningamerki varðandi Sýrlandsmáli núna. Eftir að Pútín virðist vera að setja puttana þarna inn. Já, ég hef reyndar heyrt að það sé disinfo fara á Vesturveldunum, að hann sé ekki að gera það. Hann hefur náttúrulega stutt á með vopnum og fjármunum og ráðgjöfum og öllu því, en mér skilst að það sé lygi að hann ætla að fara með fótgönguleiða þarna niður. Þetta er bara, þessi hlutir eru að gerast núna, ég veit ekkert, ég þori ekki að fullera neitt. Ég hef eftir að grúska það eins og nýtt. Já. Ég sé að einhverja breytingar, sko, fyrir 10 dögum síðan var ég búinn að afskrifa Assad. Ég var honum bara vissum að þetta er búið spil hjá honum, það eru bara einhverjar vikur í það að hann fari upp í einkaflugvél og fljúi til Teheran. Já, sko, þetta flóttamanna sæjöp sem er búið að vera í gangi núna, þessa myndaklám, það er til þess að fá stemmingu fyrir carpet bombing af Sýrlandi, sko. Þeir ætla að ganga frá landinu, sko. Þú meinar surgical strikes? Já, þessar happy bombs sem að skapa frið, af því það liggja allir steindauðir á eftir, þá er svona þögn yfir mannskapnum, svolítið þeir eru dauðir, sko. Já, þú meinar físiskar friðarviðræður? Já, ég meina, þetta er þýsisinn hjá NATO og co. Það er einhver ófriður einhvers staðar, ef það er einhver fólk sem einhver landi sem vil ekki láta ræna sig, þá er það svona ófriðlega, það heyrist í því, já, þið með ekki vera að ræna okkur, þið eru vont fólk og þið eru glæpamenn. Það er svona háaði í þessu fólki. Og svo náttúrulega bara karpet sprengir þetta fólk og það er bara kjöttætlur í dalnum. Það var alveg friðsamt, sko, með að bara rækamar að éta augun og börnunum og eitthvað svona, það er svo sem ekki læti, sko. Físiskar friðartillögur. Já. Það er ljótt að vera að segja þetta. En það sem mig langar að segja þessi sambandi, því við vorum að snerta á þessu með Pírataspunan, við erum að tala um þessu með hagsmunasamtök heimilana, virkjanirnar, álverin eða virkjanirnar eða whatever. Og þessar fínu hugmyndir frá Pálma, það eru, sko, það sem að mín niðurstaðir, og það er allan að mín skoðun, sko, talandi sem þjóðveldismaður,
að mín skoðun að allar þessar umræður séu á glæpstíðum. Ég sko, og alveg eins til þess með Óla Ufsa, ég bara heyrt gott talað um hennar mann. Og ég held þetta sé alveg öðlíksmaður, ég efast ekkert um það. Og ég hef hlusta á hann og það margt sem hann segir sem að heilmikið vit í og hann er virkilega búinn að pæla í sínum hlutum og ég heyri til dæmis á því þegar hann talar varðandi fiskveiðimálið og hann er með svolítið flókna en samt geranlega uppskrift af því hvernig megi breyta kvótanum og gera hann svona manneskjulegri en hann er samt með því að segja við höldum kvótanum. En ég er með allt aðra hugmynd, ég ætla ekki að fara út í hana núna en það sem ég að sjá að menn eru svo mikið að horfa á leiðtogismann. Menn eru svo mikið að horfa á að leysa hlutina með einhverjum uppskriftum sem sé haldið innan elitunar. Allt þetta liður að tala um það. Hvort sem það heitir stjórnarskrá fólksins eða sóknarmark kvótans eða hvaðina. Þetta er allt sama uppskriftin að halda stjórnartaumunum innan elitunar. Þetta er bara spurning um það hvaða menn og konur eru í stjórnsætum elitunar. Það sem enginn að tala um hvernig virkar fólk, hvernig virkar þar að segja, ef við tökum til dæmis eins og talaður með umræðuna greiðsluverkfallið, því alveg sammála því, þegar ég heyriði fyrst í fjölmiðlum talað greiðsluverkfallið, þá hugsaði ég frábær hugmynd en hún er ekki framkvæmanleg. Og ég hugsaði, hún er ekki framkvæmanleg út af því að fólk mun ekki þora þessu. Það er það sem ég hugsaði. Og það reyndist raunin þegar ég fór að heyra fólk tala um þetta. Fólk skildi þetta ekki, og fólk hafði ekki trú á sjálfu sér, það hafði ekki trú á því að var hægt að búa til fjölda samstöðum þetta og það þorði þess ekki. Ég er ekki að gagnrýna hugmyndina sko. Ég er bara að segja þetta var bara það sem ég hugsaði þá. En þegar ég fór að vinna með hugmyndina að endurreistu þjóðveldi, þá sat þessi hugmynd þín greiðsluverkfall ennþá í mér. Og ég hugsaði mikið, hvernig get ég útfært þessa hugmynd þannig ég geti selt hana. Og það er þá sem ég kom upp með þá útgáfu að breytinni þannig að fólk myndi að borga annarkvæmt mánuð. Stundum segi ég borga sléttamánuðinn, stundum segi ég borga 8 mánuðinn. Góði og vondi tvíburinn ekki alveg búin að velja mánuðina, sko. En ég prófaði þetta eins í samræðu með fólk og ég komst að því að sú útgáfa af hugmyndinni er seljanleg. Ef það væri, segjum til dæmis, ef það væri hópur eins og Hagsmunasamtök heimilanna, fólk hafði mikla trú á þessum félagskap áður en hann var eyðilagður. Og hann var eyðilagður á tröllum og þú expósaðir það bara á fyrstu vikunum hjá Frelsatífi, mjög léttilega og sýndir þar módel af því hvernig allar svona grasrótarhreyfingar eru sko tættar í sundur innanfrá. Hvernig þeim er í rauninni, hvernig þær eru approprieraðar. Hérna. Í öllu þessu þá, já, það sem ég ætla að segja er að það kemur einhver hópur fram sem myndi presentera mína útgáfu af þinni útgáfu af hugmynd að ef það kemur hópur fram sem presenteraði málið og hamraði á sko fyrirsögnunum og bara flettis upp, velti svo við, þá myndi fullt af fólki geta byrjað að pikka þetta upp á mjög einfaldan hátt. En það sem ég fór að átta mig á er að hinn steinrunni hugur, alveg eins og þú varst að benda á það, að þú kemur fram með einhverja nýstárlega hugmynd sem krefst þess að þú getur gert meira en að leggja saman 2 punkta. Þú þarft að leggja saman 3. punktin. Þú þarft að fara úr línu yfir í hornalínu. Þú ert ekki einu sinni komin út í þrívít að fara að stafla blöðunum, sko. Að það virðist vera þrátt fyrir þessa góðu menntun á Íslandi að fólk kunni ekki að kveikja á rofanum sem heitir hugsa. Reyndar voru við sko það sem að sko reyndar eftir greiðsluverkfallið og það vissu náttúrulega já að ég fekk skeyti frá einum sem að vissi náttúrulega ég hafði fundið þetta upp á svona og hann sagði, heyrðu, þakka þér fyrir uppfinninguna. Við vorum hérna, það var fólk sem leigði, það var eitthvað gaur sem átti eina blokk eða eitthvað svona
og leigjendurnir voru mjög ósáttir sko, það var eitthvað sem hann átti að gera sem hann gerði ekki sko. Já. Og hann sagði, við tókum bara hugmyndina greiðsluverkfall, allir leigjendurnir komu saman á fund og við sagðum ef að þetta er ekki lagað innan ákveðins tíma, þá greiðir enginn á okkur leigu sko. Já. Og þú veist að það tekur því 6 mánuði að koma okkur út og veist, við munum berjast við alla leið að þú komur okkur ekki út og og hann sagði að það var svo ótrúlega hvað hann var fljótur að laga þetta allt, það var bara eins og hendi var í veifað sko. Hann var líka hópur. Ég þarf aðeins að taka úr sambandi í 10 sekúndur. Já, ok. En já, ég er með rífarklöður reyndar. Við gerum bara hlé á meðan. Nei, ég er komin aftur. Já. Ég hef bara þurft að sýna Sunnu, hún var... En það sem ég ætlaði að segja með greiðsluverkfallið, það sem að það er reynsla mín af greiðsluverkfallinu var líka ein ástæða fyrir að ég opnaði Frelsi TV. Af því að ég, til dæmis bara persónulega, ég var í algjöru meti að blackouti, sko. Já. Og ég var að reyna að komast að til þess að tjá mig þessa hugmynd, hún þurfti miklu meiri kynningu, sko. Já. En ég var bara algjörlega í blackouti, sko. Það náttúrulega gaurar eins og Egill Lokbrá og fleiri, þeir voru manna fremstir í að blokkara mann, sko. Þannig að þá líka komst maður að því að þetta voru allt sem að fjölmellur á spenanum. Já, ég kynntist þessu sama þegar ég fór að skrifa hljóðbækurnar mínar og ganga frá mína efni. Þó ég sendi fréttatilkynningar bækurnar mínar eða sendi eitthvað skeyti á fjölmiðla, þá hefði ég alveg eins geta bara farið í sund, sko. Já, einmitt. Reyndar mig, sko, ég ger þetta greinamenn, sko, að sko, Silfur Egils var náttúrulega ríkistyrt, sko, og ég náttúrulega borga skatta og allt það, þannig að hann í svona almanna þjónustu, sko. En einkadabluð eins og Vísir og DFF og þetta, þeir geta náttúrulega bara gefið puttan eins og þeir sýnir, sko, og ég meina, þeir hafa eitthvað skildur gagnvart manni, en náttúrulega Egill Lokbrá er náttúrulega hluti af þessu stóra hruni sem gerðist, sko. Já. Þó hann hafi verið notaður til þess að gefa aðra mynd, en það sem ég nú segja með fjölmiðla er að, sko, fjölmiðlar hafa viðhaldið svona ímynd sko, sitt hlutleysi á milli, þú veist, þeir vilja vera þarna hvað fínt aflið eitthvað svoleiðis. Og þetta er svolítið hugmynd sem að kemur frá Ameríku og er byrjað að búa til í raun og veru upp úr 1960, 1970 frekar. Það er svona búin til þessi ímynd af fjölmiðlum sem svona fínt aflið og spillingin í kringum Watergate og Nixon var svona svolítið stórt vogarafl með það og umfjöllun Vietnam mótmælin og svona. En fólk trúir í dag á fjölmiðla, það trúir fjölmiðlum og við erum svolítið að sjá til dæmis, sko, að það er ekki fyrir með tilkomu YouTube í rauninni sem að þetta verður að breytast. Já, YouTube hefur haft rosalega áhrif á heiminn, sko. Já. Reyndar eru við náttúrulega, reyndar má maður aðeins taka þessar tölur YouTube með fyrirvara áhuga því maður veit að þeir eru að messa í tölunum til þess að menn verður nú ekki og vánaði með sig, sko. Þannig ég kannski fá mörg þúsund áhuga út af? Það getur verið. Nei, grínlaust, sko. Þú sér að rásin mín er að sýna einhver 25 view á nýjustu myndböndin, sko. Langt inn á 100, sko. Já. En ég er samt á efstur á vinsaldalista hjá Vísi bara alla vikuna, sko. Nei, ég á nú ekki, mín myndbönd er nú þannig, þau eru nú ekki vænleg til áhorf, sko. Ekki fyrir svona óvana, fyrir mér er svo mikið efni í því, sko. Ég er líka ekkert upptekinn á forminu, sko, það er efni sem skiptir mig máli. And they are not designed for golems. Já, einmitt. En já, en já, ég ætla einmitt ef við höldum okkur aðeins við flóttamannamálið, þá er bara korter í það, NATO og Sameinuðu þjóðirnar saman eða sundur eða hvernig það er komið fram og segja, já, við þurfum bara að sprengja í ISIS í Sýrlandi, sko. Þeir eru reynd að byrja þar á því, sko.
Tyrklandi byrjaði á því. Já, og þessi spuni, ljósmyndaspuni fæðist í Tyrklandi, sko. Já, Tyrkland búið að vera að hafa sig eins og ódýr hóra í öllu þessu máli. Já. En hins vegar sko, þeir eru ekki með public support við þessa loftárásir, sko. Nei, en það sko, ég myndi að hafa áhyggjur af því ef ég væri Tyrki, hvernig ástandið það ekki langt síðan að var jaðraði við uppreisn í landinu. Þarna með uppþotunum í Istanbúl og Ankara og fullt af fólki í Tyrklandi sem hund og hana. Já, en ég ætla að það einn hlustandi sem talar djúpstæðan og vanda milli Sunni og Shia og allt það eru bara... Það Salafi áróður. Já, það bara bull, sko. Já, þessi ágreiningur milli Sunni og Shia, hann ekki svo djúpstæður, hann hins vegar hefur verið fænansaður af salafíistum í Sádi-Arabíu. Já, þetta bara eins og með mótmælendur og kaþólika á Írlandi, sko. Það snýst ekkert trúmál, sko. Það snýst bara breska heimsveldið að halda því landi í klessu, sko. Já, og það gott að minnast á það til dæmis að vinur minn Imran Hussein, ég segi vinur minn að ég skrifa á hann. Já. Hann svarar mjög fallega á. Er það svona Íslandsvinnur eða Guðjónsvinnur? Því hann var vinnur spámannsins. Já, spámannsvinnur. Létt, sko. Hann sunni klerkur. Já. Og ég veit reyndar ekki hvort hann kallar sig ímann. Ég held að hann svo auðmjúkur. Hann fyrst og fremst bara lítur á sig sem fræðimann í íslamskan fræðimann. Og hann fer svolítið eftir tilmælum spámannsins að þetta ekki að vera neini prestar, sko. En hann hefur oft haft orð á því að því hann sunni múslimi, sem sem sagt hvað 70-80% af múslimum, að hann hefur margoft tekið fram við sína áheyrendur, og þeir eru nú þúsundir fólk sem fylgist með honum á hverju mánuði, að hann hafi tekið fram að hann bara segir, við sunni fólk eigum ekki að vera í deilum við Shia múslima, við séum eða þau séu all múslima. Punktur. Syrian Girl hefur einmitt gert mjög vel grein fyrir þessu. Hún hefur sagt, jú, við erum ósammála margt, en það þýðir ekki að við höfum verið að drepa hvort annað í gegnum aldarinnar. Og það alveg þekkt staðreynd að Sýrland var mjög friðsamt land og öll þessi kristnar kirkjur og aldrei neinu vandræðum í Sýrlandi og það fengu allir að stunda sína trú í Sýrlandi. Sýrland var svolítið einstakt með þetta. Já, bara arabar almennt hafa verið umburðarlyndir. Þetta sko þessi ekstrímismi meira propaganda. Það til dæmis sko nokkri punktar í þessu. Tökum til dæmis Palestínuaraba, 30% af þeim eru kristnir. Eða eins og með Sýrland. Sýrland eitt af elstu menningarríkjum heimsins. Þeir vita það alveg, hvað þeir eru, hvaða rætur þeir hafa. Já, ég meina... Sýrlendingar eru ekki... Já, fyrir ekki? Nei, Sýrlendingar eru ekki arabar. Sýrlendingar eru ekki arabar. Já, hvað eru þeir þá? Sýrlendingar. Þetta eru Assýríumenn. Já. Þetta eru Assýrar. Og þeir vita alveg að þeir eru Assýrar. Þeir vita alveg að Gilgamesh var þeirra. Hérna kemur hrós frá hlustanda. Ladyboy myndbandi hjá Guðjóni var algjörlega priceless. Takk fyrir það. Ég stið það. Ég sammála því. Það var algjör. Veist, þú ert að koma með svo marga svona djúpa punta sem að engin annar að sjá, sko. Ég ekki að þetta kemur bara. Þetta akkurat eitt punkturinn sem algjör gullmóli, sko. Takk. Rónaði ég nokkuð? Ég veit ekki, það svo lýlega myndgæði. En ég samt að auglýsa eftir, ég að bíða eftir góðu hugtæki fyrir boyleiti. Þá getum maður gert þetta á ensku og við getum notað þetta í enskri djúpkóðun að leita að réttu hugtæki, það ekki íslenska orðið bara tippatrunda? Trunda með tippi.
Já, það var einmitt það. Þetta eru konur með tippi og þetta eru kallmenn með brjóst. Þetta eru kallmenn með píku. Eða kannski gamla orðið trunda yfir svona típur? Ég væri ekkert hissa á því, sko. Það er ekkert nýtt undir sólinni. En að því vorum að tala um þetta með, sko, sýrlendinga, það var eitthvað, við vorum að tala um, já, með múslíma og íslam, já. Það sem ég vildi segja er að rabbinarnir, semst ultra-orthodox rabbinarnir, þeir eru duglegir að minna á það að á dögum ofsóknar gegn gyðingum í kristnum löndum þá áttu þeir yfirleitt friðlönd og griðlönd í múslímalöndum. Já, það er náttúrulega, við vitum alveg hverjir að keyra þennan íslama og múslima áráður. Það eru júserarnir sem eru að keyra þetta því að þeir komast ekki upp með okurlána starfsemina í múslimaríkjunum og þeir þola það náttúrulega ekki. Tökum einn punkt til dæmis með múslimana, sko. Fyrir utan það bara 11% múslima eru arabar. Að það eru rauninni bara 3 lönd þekkt fyrir svona ekstrím íslam og það er Sádi-Arabía, það er Pakistan og Afganistan í rauninni. Afganistan er reyndar, sko, þeir til dæmis talibanarnir þar, þeir vildi ekki framleiða ópíum af því þeir vildi ekki skaða líf annars fólks. Já. Og ef við meira þess að í opinberum gögnum Sameinuðu þjóðanna þá sést að árið sem að talibanar réðu Afganistan þá var nánast engin framleiðsla á ópíum. Já. Og núna er staðan þannig í Afganistan að þar eru NATO hermenn, sérstaklega bandaríska passa, að þeir eru að taka, sko, bændur sem vil ekki rækta ópíum á trúarástæðum eða þeir vil ekki skaða annað fólk. Þeir vilja bara rækta eitthvað annað. Að herinn, NATO herinn fer með þá og pyntar þá til þeir samþykkja að rækta ópíum. Já, og mjög líklega Blackwater málalegar. Já, allar þessar drullukökur eru náttúrulega, ég þess að kalla þetta bara NATO og kó, það skiptir einhver máli. Ég meina, ef þú ert með drulluköku og þú setur blátt glassúr á hana, hvað ertu þá með? Bláa drulluköku. Nákvæmlega, en ef ég setur rautt glassúr á rauða drulluköku. Já, ég meina, it's the same thing, ég meina, það er óvættur matur. Já. En horfum samt aðeins á þessu 3 ríki, bara svona aðeins létt aðeins. Bara burtséð frá Íslam, sko Ibn Saud, hann er að þvælast til Sádi-Arabíu frá Kúveit. Hann var útlægur frá Sádi-Arabíu, útlægur frá Ríad, höfuðborginni sem er á miðjum Arabíuskaganum. Hann bjó í Kúveit hjá frænda sínum undir breskri vernd. Hann var áhagandi vahabisma sem er trúarhreyfing, sértrúarhreyfing sem kemur fram einhvern tímann held í kringum 1870. Hún er ekki meir en 150 ára gömul þessi trúarhreyfing. Íslam er miklu eldra en það, sko. Og þetta er bara svona svipað eins og hann var í 7. dags aðventisti eða eitthvað. Bara svona, svo ég geri einhverja samlíkingu. Og hann ríður með fámennu flokki fólks í kjölfar fyrri heimsstyrjaldarinnar, þá er ottómanska heimsveldið hrunið. Þú veist, 1917-18 þá er ottómanska heimsveldið hrunið og hann notar tækifærið og ríður inn á Arabíuskagann og er ykkur 2, 3, 4 ár að sameina 4 ríki í 1. Og þetta er svona 1920 til 1925 og hann var nú þekktur fyrir það að vera mjög ofbeldishneigður gaur þó hann svona á vissan hátt. En þessi gaur sameinast. Hvað segir það? Slitnaðis? Skjóli vahabisma. Slitnaðis síðasta sendingin? Og slengir vahabisma í fréttum að múslimar í Sádi-Arabíu séu að höggva hendur af fólki eða hálshöggva fólk, þá er það ekki rétt. Þetta eru vahabistar sem er sértrúarhreyfing innan sunni íslam. Þessi hreyfing hefur verið að stunda mjög öflugt trúboð. Höfum í huga að spámaðurinn Múhameð var ekki hrifinn af trúboði.
hann latti sína fylgjendur til trúboðs. Hann hvatti þá til að ganga fram með velsæmi og virðingu sína kærleika og göfgi í verki. Og þetta það sem hann hvatti sína fylgjendur til að gera. Vahhabismin hins vegar öfgakennd trúboðarstarfsemi sem hikar ekki við blóðbað. Og ISIS, hvort sem í Írak eða Sýrlandi, allt saman vahhabistar. Þetta allt saman lið sem fjármagnað frá Sádi-Arabíu. CIA getur svo auðvelt með að segja, nei, við komum ekki nálægt þessu. Það eru Sádi-Arabía sem að koma nálægt þessu. Nei, það NATO sem ég meina, bandarískir hermenn voru að þjálfa þessa brjálæðinga í Jemen. Má ég segja brandara? Já. Fólk heldur að þegar héraðsdómur dæmir til útburðar og sýslumaður berði út fyrir íbúðalánasjóð að það sé ekki íslenska stjórnkerfið. Þetta séu 3 aðskildar stofnanir. Sem að? Mér sagði að þú trúir þessu. Veitu, ég var að lesa kommentið, segi það aftur. Íbúðalánasjóð opinber stofnun. Já. Sýslumaður opinber stofnun. Já, einmitt. Héraðsdómur opinber stofnun. Einmitt. Eru puttarnir á mér sjálfstæða stofnanir? Greinilega. Já, það náttúrulega það sem við höfum alltaf verið að segja. Við lifum í blekkingum, Já. En þessi íslama vondi Múhameðs trúarmaðurinn og allt sturlaða fólki sem að trúir á eitthvað annað en við, það eru bara grýlusúgur sem ekki einu sinni vert að eyða púðri í. Heldur betur. Og ISIS gamla Al-Qaida, þetta sama, bara nýtt nafn og ný kennitala. Ja, þetta bara... Og það einn vinkill sem að ég veit ekki hvort að ég náttúrulega ár síðan ég greindi bara strax og ISIS fættist, þá greindi ég það í örundir. Og það einn hópar af fólki sem ég veit ekki hvort að fólk átta sig á sem að inn í þessari grensu, ISIS Al-Qaida grensu. Það allt fólki sem var pyntað í Abu Ghraib og Guantanamo. Margir af leiðtogum þessara hópa eru til dæmis pyntaðir í Guantanamo. Ég veit hvað ætlar að segja næst. Já, og ég ætla þá að vitna í Hana-syndrómið eða Hana-slags vídeóið mitt sem ég gert bæði á ensku og íslensku. Það sem að fólk sem ef þú situr 2 hana í þröngarhring þá slást þeir ekkert endilega. Það kannski 1 af hverjum 100 tilfellum sem slást, En í 99% tilfella þá slást þeir ekki, Þess vegna eru til þess að geta til þess að geta rekið hana þá þarf þetta að espa þá. Já. Það það sem að starfsemi Guantanamo snýst og Abu Ghraib. Það talandi að Guantanamo, það læddist það með svo hugmynd í sumar að Guantanamo væri tómt. En ég rakti ekki punktana frekar. En mér langar aðeins að fá að klára það sem ég var að tala eins og með Sádi-Arabíu. Þetta sem ég að lýsa með Sádi-Arabíu, vita allir múslímar en engin Íslendingur. Mér langar að taka aðra 2 punkta, því ég nefndi áðan Pakistan og Afganistan. Mér langar bara aðeins að tengja þetta að Afganistan ekki múslímaríki. Heldur. Afganistan vagga aríanismans og það bara vill þannig til að í dag trúa þeir á íslamsk trúarbrögð. Þetta grundvallar staðreyndin Afganistan. Þegar ég segi vagga aríanismans, þá ég að tala það að allar indóevrópskar þjóðir koma frá aríanska svæðinu, þar sem borgin Aríana Frá Aríana og austur til Ferganadalsins, sem norður á Kasmír. Þetta menningarleg vagga okkar. Hvort sem að við erum Grikkir eða Rússar eða Germanir, ég veit ekki með latínósuna, Rómverjana, Spánverja, Rómverja, Ítali, Frakkar eru frankar, þeir eru samsettur úr keltneskum Gaulverjum og fröngum sem voru Germanir frá Rínarhéruðunum. En ef við förum til dæmis niður til Íran,
ef við förum til Kákasus, ef við förum til margra hérað á Indlandi, þá erum við alls þar að finna aríanskan kynþátt, aríanska fjölskyldu. Hún gömul, hún 20.000 ára gömul, en það ákveðin hugsunarháttur, ákveðin nálgun sem að felst í því að vera aríanskur. Og eitt sem aríanar eiga allir sameiginlegt, og það alveg rosalega sterk sjálfstæðiskvöð, nánast óbrjótanleg frelsis og sjálfstæðiskvöð og algjör grjótharka þegar kemur átökum, sem síðan birtist á mismunandi móti. Hjá til hans Germanir eiga viðbjóðslega auðvelt með að skipuleggja sjálfa sig án orða. Ef þú ert með 1000 manna lið, segjum bara Spánverja, sem ætla að labba inn í 1000 manna þorp í Germaníu og rupla og ræna, þá skipuleggja Germanirnir sig bara svona, án orða. Ef þú ferð hins vegar inn í keltnesk samfélög, sem ég veit ekki hvort keltnesk samfélög eru aríönsk, ég veit ekki nóg um þetta, að keltar berjast alveg, þeir eru viðbjóðslega erfiðir, þú færðu alltaf betri bardagamenn en kelta, en þeir vinna aldrei saman. Þeir eru alltaf sundraðir, eins og Íslendingar. 15% genin á okkur eru það. Og þetta ástæðan fyrir því að Rómverjar sigruðu Illyrí og Gaulverjaland svo auðveldlega, því þetta voru keltnesk héröð. Ef þú tekur til dæmis, má ég bara bæta við, ef þú tekur hins vegar latínásana, með Ítalina og Spánverjana, þeir þurfum að setjast rökstól að skipuleggja sig. En þegar þeir eru búin að skipuleggja sig, þá hafa þessir eins og einn maður. Þetta svona mismunandi nálgun. En í Afganistan, þar einn suðupunktur. Alexander Mikli réð ekki við þá. Persneska heimsveldið réð ekki við þá. Þeir sigruðu auðveldlega indverska undirlendið. Þeir breska heimsveldið réð ekki við þá. Sovjetrússneska heimsveldið réð ekki við þá. Og Bandaríkjamenn eru að láta flengja sig þarna. Og hver sá sem les söguna og veit eitthvað um þetta svæði, veit að þú lappar ekkert inn í þetta svæði með yfirburðaher. Það hafa allir yfirburðaherir lappað inn í svæðið, sigraða, haldið í svona 5 til 15 ár og koma sér svo út með skottið á milli lappana. Og ef að Pentagon vissi þetta ekki, þá veit þeir ekkert um stríð. Nota bene, öll stríð sem Bandaríkjamenn hafa sigrað í, gerðu þeir með carpet bombing. En þetta svo saga sem okkur sögð, ég orðin svo mikill efasemda maður eitt, allt, ég til dæmis ég svona jafn sannfærður það að jörðin, ég að komast á þá skoðun að jörðin einhvers staðar á milli þess að vera hnöttur og flutt. Ég kom með nýja kenningu og hún bandarískur fótbolti með reimarnar út. Já, tökum það umræðið seinna, en sem sagt, það sem ég ætla að komast að að þessi saga sem okkur sögð öll meira minna fölsuð og lygar, Þannig að svona, ég gef mér það sem forsendu, Þannig að þá fer maður svolítið í svona upphafið. Til dæmis, þú ert mikið með svona hunda og hefur væntanlega séð hvolpa. Já. Þegar það fæðast, hvað fæðast? 6 í einu eða 4 eða? Segjum það bara. Segjum það fæðist 12 hvolpar. Já, það hefur gerst. 12 kvíslar, sem er alltaf að tala um, Já. Og það engin hvolpur í sama lit. Mundirðu segja að það sé einhver munur á framistuðu þessara hvolpa eða vexti þeirra eða atgerfi eða einhver munur á þeim sem þú getur rakið til litarins á feldnum? Nei. Engin munur? Nei, engin munur. Einhver ástæða til þess að ætla að þegar að við hvolparnir fæðumst, mannfólkið, og það einhver mismunur á litnum og feldum á okkur, einhver ástæða til þess að ætla það sé eitthvað öðruvísi sem þar Nei. Þannig að með það sem ákveðna staðreynd að það eins og ég náttúrulega bý með konu frá Afríku sem alveg svört, Nei, hún hvít. Nei. Já, hún
hún flokkuð sem svertingi svona... Ég sé myndir af henni, hún ljós. Nei, hún Ég kíkti einhvern veginn á prófílinn hennar. Já, hún svona medium. Já, ok. Medium Nei, til... hún hvít. Nei, hún hvít. Til frekar dökk. Hún hvít. Hún gift hvítum manni, hún býr í hvítu landi, hún hvít. Og þannig ég þekki nú svona náttúrulega samskiptin okkar og ég þekki hana sem mannesku og það absolutt engin munur eins og hvolpur sem fæðist sem að annar svartur og hinn hvítur eða bleikur grænn eða whatever og þarna allt bara í einhverju rugli í fólki, fólk bara fast í einhverju páfagauk skargi og meðan þú ert fastur í þessu þetta arabar, þetta síjar, sjúndar, búmbar, þetta dútar og bútar og sútar og þetta bara, þetta súta, kúta, búta, dúta, búta, kúta, súta þetta bara súta, búta, kúta, þetta heimurinn sem við lifum í og niðurstaðan hjá mér bara að taka þetta helvítis páfagauka taka þetta páfagauka kjafta og bara íta því út og aðeins að svona hugsa í þögninni Ég ekki þarna Nei, ég absolutt ekki að tala þig ég að tala almennt Ég fól ekki rasisma mér finnst rasismi vera eitt af því heimskulegast að ég nokkuð tímann heilt talað Já, en ekki bara rasismi, heldur trúismi og allt þetta isma kjaftaði bara páfagauka garg Ismas og ideologies mitt hugmyndakerfi ekkert hugmyndakerfi en það sem ég var má ég alls kíkja á það vegna þess að ég náttúrulega tala á vissan háttum einhvern rasismaðurna eða má túlka það þannig en það ekki meiningin meiningin miklu meira þessi ef þú lappar inn á götu sem þú komið bara á Djúpivogur basically 3 hús og 2 útlendingar sem lifa í kyrrð og skera út einhverja myndir og sína í gömlu frystihúsi og svo fínt hótel þarna á sumrin ef þú lappar inn og það búa þarna 3 bræður einn heitir Gísli og einn heitir Eiríkur og einn heitir Helgi og ef þú lappar inn hjá Gísla þá myndu komast það því að aðeins öðruvísi andrúmsloft inn hjá Gísla því hann hefur öðruvísi persónuleika og svo kolli og þegar ég að tala ég nefnilega leiðrétti sjálf á mig ég sagði kynþáttur sem íslenska orðið fyrir reis og ég leiðrétti sjálf á mig því að það svo stutt síðan ég ákvað að stróka orðið kynþáttur út úr mínum orðaforða eða enska orðið reis I've decided to erase the word race og ég bara fyrirlít rasisma algjörlega, ég hata þessa hugsun, algjörlega og þegar ég að horfa á til þess bara Íslendinga þá ég að horfa á menningarhugsun, ég að hugsa hvaða hugsun afgerandi inn í þessu húsi og þegar ég horfi á Gísla, Eirík og Helga saman þá velti ég fyrir mér hvernig þeir vega konan hann upp en ekki hverju munurinn á milli þeirra alveg eins og með hundahópinn minn hún Sunna mín hún bara ekki gjaldgengur hundur hún bara ekki gjaldgengur hundur hún einhvers konar fyrirbæri sem svona hundur og köttur og fugl Páfagaukur Já, nei, ég veit það varla Sunna bara einstök og stundum hún alveg fellega erfið en sem partur á hópnum þá hún ómetanleg Já Svona gæti ég haldið áfram með hópinn og það nota bene 2 svertingar í hópnum Það þetta sem svo sorglegt að til dæmis ef ég væri svona forpókaður rasisti sem bara færi með meitlara möntruna kvölds og mótna þá hafði ég aldrei upplifað þessa hamingju sem ég upplifi í dag ég mjög það bara það dreipir hamingja af hverju herðatriði í þessu húsi og ef ég og það sem svo
þetta náttúrulega elskar elitan, þessir faraóar sem stjórn okkur vilja bara viðbjóð og ógeð hjá maurunum, sko. Já. Og það bara svo sorglegt að það er sko til yfirgnæfandi hamingja fyrir alla á jörðinni. Og það alveg óþarfi til þess að slátra öllum þessum börnum á þeir fæðast, því það nóg pláss fyrir þau og það þörf fyrir þau, sko. Og mannkyni farið að fækka, sko. Það ekki lengur að bólna út og það bara út af massífum slátrunum, sko. Að það svo sorglegt hvað mannkyn þá ég undan skilja þetta 1% af 1% og 1 prómillið sem að sér þetta allt saman og veit þetta allt saman. En hin 99,9999% eru bara svo heimsk. Já, þú veist, þessi, sko, mín afstaða eins og varðandi svona hluti sko, ég bara frá því var lítill krakki verið á þessari skoðun með rasisma hvað hann heimskulegur. En síðan þegar ég fór að kynna mér sögu síðari heimsstyrjaldarinnar á unglingsárum og fór að tala þessa hluti svo seinna meir bara á kaffihúsum og annað, þá fór maður að hitta ýmsa menn sem höfðu pælt í þjóðsósíalisma og sögu síðari heimsstyrjaldarinnar og það var ótrúlega algengt að þeir voru margir rasistar eða gerðu sér upp rasisma, bæði gyðingahattur og svertingahattur og annar kynþáttahattur og það var svona meira, maður heyrði nú svolítið að þeir voru svona að gera sér þetta upp af því að þeim fannst þetta svona passa inn í myndina og það var greinlegt að þeir hafðu ekki hugmynd það að yfirgnæfandi meiri hluti þjóðsósíalista voru ekki rasistar og það meira þess að líkur á því að Hitler hafi ekki einu sinni verið rasisti sjálfur. En ég ætla ekkert að fara út í debate það, heldur ég að tala að fólk oft hugsar ekkert undir yfirborðið, bara alveg eins og með greiðsluverkfalli, að fólk virðist ekki geta lagt saman nema 2 punkta, 1 + 1 eru 2, bara, þú veist, og það kann ekki gera sinnum 2 saman sem 4. Þegar ég fór svo að setja saman endurreist þjóðveldi, þá fór ég eins að hugsa þetta. Vegna þess að þá var ég náttúrulega að leita í rætur okkar menningararfs, okkar þjóðlega menningararfs. Og ég fór aðeins að átta mig á því að til þess að þjóð eins og okkar, ef hún ætlar að gera eitthvað nýtt, ef hún ætlar að gera raunverulega breytingar í sínu landi, þá þarf einstaklingurinn að gera það. Einstaklingurinn sjálfur. Án tillits til þess hvað elitan gerir eða hópurinn í þorpinu og svo framvegis. Gísli þarf að gera þetta sjálfur. Eiríkur og Helgi geta bara sjálfur borið sólina inn í húsið sitt með húfunum sínu. Gísli ætlar að smíða glugga á húsið sitt. Hann getur ekki beðið eftir Eiríki og Helga. Og þá fór ég að pæla í þessu fyrirbæri skapandi hugsun. Og þar fer ég að spyrja sjálf mig, hvað skapandi hugsun? Hvað menntun? Þegar ég fór að sjá það fólk sem var með háskólapróf og búið að vera 10 ára lengur í skóla, réð ekki við skapandi hugsun eða skilning á heimspekilegum afleiðum. Þú veist, fólk veit ekki eins og hvað orðið heimspekileg afleiða því merkir. Og þá fór ég svona að spyrja mig spurningar, hvernig stendur á því ég fatta þessu hluti sem ekki hef neina teljandi menntun umfram grunnskóla. Svo ég spyr sjálf bara spurninga þetta og ég átta mig einmitt á því að af því að fæ svör við þessum spurningum, þá var það vegna þess að ég spurði spurninga og ég var tilbúin að spyrja óvenjulegra spurninga og ég var tilbúin að reyna að tengja saman ólíka punkta, jafnvel þú ekkert sameiginlegt og fá þannig þriðja liðin inn. Og þetta sá ég að fólk hafði ekki getuna til að gera. Þegar ég fer svo að vinna með þetta, þá átti ég áfyllast hvar ég lærði þetta. Ég get alveg haldið fyrirlestur það. En þegar ég fór að hugsa þetta, þá fór ég að átta mig á því að þjóð hefur ekkert að gera með gen. Nákvæmlega ekki neitt. Alveg eins og þetta með litarhaft. Litaraft fyrirgefðu. Það mismunandi, litaraft heitir það, ekki litarhaft. Að þjóð hefur ekkert að gera með gen og taktu þetta því til dæmis að við erum aldrei upp í samfélagi sem trúir því að þjóð hafi eitthvað að gera með gen, nationality sé eitthvað líffræðilegt, en byrju nú hagur. Sú hugmynd notuð til þess að stjórna heiminum og tökum á þeim tíma sem breska heimsveldið verður til.
Og þegar darwinismin styrktur til framkvæmda og síðar einsteinismin, þá það partur af því að búa til hið svokallaða the secular worldview, eða secular veltannsjá, þar sem verður að búa til heimsmynd, óháð mystískri eða metafísiskri hugsun, óháð hinu guðlega og hort eingöngu á hið mælanlega. Og þá velja þeir til dæmis eins og darwinismin réttlætti fyrir Bretum, Hollendingum og Frökkum sína yfirborði gegn öðrum kynþáttum til dæmis og fékk náttúrulega svakalega öfgar í Bandaríkjunum. En þessi hugsun, það sem fólk nefnilega gleymir í hinum sturlaða mælanlega veruleika, að nasjonalismi, hann verður til á tugum á svipuðum tíma og Napóleon uppi. Á árunum 1750 til 1850. Nasjonalismi alveg glænýtt fyrirbæri í mannkynssögunni. Og þá fór maður að hugsa, heyrðu, bíddu nú hægur. Allt í einu fattaði ég til dæmis að íslenska þjóðin var ekki til árið 930. Árið 930 voru 5 þjóðabrot í landinu. Allt saman nýbúar, allt saman landnemar. Og það sem sameinaði þessa nýbúa, þegar þeir stofnuðu hina íslensku þjóð árið 930, þegar íslenska þjóðin verður til úr þessum 5 þjóðabrótum, að þá það vegna hugsunar. Það var einhver hugsun sem sameinaði þetta fólk, einhver ákveðin heimsýn og ákveðin tunga. Þar segja að fólk skildi hvert annað, það skildi hugsun hvors annars. Og svo verði fyrir svona, og þetta ég tjáði mér svolítið þetta í endurreist þjóðveldi, þar sem ég sagði að vera Íslendingur sá sem að tekur íslenska afstöðu. Þetta bara einföldun á sömu pælingu. Að íslenskur sá sem íslenskt hugsar, íslenskt gerir og óháð lit eða upprunalandi eða upprunatungu. Ég sé sjálfur, ég búinn að heila þó sjálfan með þetta, þegar ég fór í búð í dag, pólska verslun, að kaupa mér sígarettur. Og þar afgreiddi mér pólskur maður, en í mínum huga hann Íslendingur. Hann talar íslensku, hann með íslenska kennitölu, hann starfar á Íslandi, hann á íslenska fjölskyldu, það að segja fjölskyldu sem býr á Íslandi, og það bara skipti mig djakk sitt hvað hann fæddist. Og börnin hans verða íslensku svo framvegis, og það eins með það, þú veist, ég meina ég þekki 2 íslenska, annar þeirra hálf amerískur blökkumaður og hinn hálf tælenskur maður. En veistu, ef þú talar við þessa menn í síma og heyrðir þá tala, þau tala ekki bara óaðfinnanlega íslensku, þeir hugsa eins og kjarnorku Íslendingur sem að býr á næsta bæ við Bjart í sumarhúsum, bara sjálfstæðir, sterkir, með ræturnar sínar á hreinu, söguna sínar á hreinu, þeir eru frábærir pappar, þeir eru að ala upp sín börn, þeir eru að láta gott að sér leiða, þeir eru að vinna og þetta eru miklu meiri Íslendingar heldur megnið af þeim genetísku Íslendingur sem ég hef kynnst. Og punkturinn, maður bara koma einn lokapunkt á þessar einræðu. Af því ég hef búinn að vera grúska svolítið í Kóraninum, svona með gloppum síðustu 2 árin. Ég mjög hrifinn af Múhameð og Kóraninum, ég mjög hrifinn af Íslam. Og ég lít á Íslam og kristni og júðskfræði og sóróastrifræði sem bara greinar af sama tré. Og ég rekst á það að í sjónarmiði múslíma, það að segja ekki múslímana sem að koma í fréttum, heldur múslíma eins og Imran Hussein, sem alvöru múslími, sem alvöru, hann gegn heill, íslamskur pælari, á jákvæðum kærleiksríkum og þroskandi nótum. Múhameð leit svo á að íslamsk hugsun, þar sem þessi trú myndi skapa þjóðin að þjóð væri fyrirbæri sem hjúpar sömu hugsun og sama tungumál. Þess vegna vildi hann að fólk lærið arabísku. En ef þú fer til Sviss, ítalskur mælandi svisslendingur svisslendingur og alveg harður á því. Það bara vill til hann talar annað tungumál. En hann talar ítölsku með svissneskum blæ. Svisslendingar skilja allir hver annan. Þó svo sumir tali frönsku, sumir þýsku og sumir ítölsku. Þeir eru allir svisslendingar, þeir hafa samskonar heimsýn, samskonar siðferði og þeir skilja hvern annan óháð orðskrípi.
Og þetta ég að tala þegar ég að tala sko fjölskyldur, mennskar fjölskyldur. Já, bla bla. Ég held að þú getur sko tekið, þú getur tekið þetta þjóðarhugtak og fært það yfir á fótboltalið til dæmis. Já. Fótboltalið svona hópur sem að tala sama máli, þeir allir í sömu skyrtunum, þeir samkenna sig við einhverja hugsun, þeir eru valsmenn eða káaringar eða eitthvað og þeir eru með félagsnúmer í félaginu sínu, þeir eru borga félagsgjöld einhver og þeir eru að keppa við önnur fótboltafélag og þannig að það í sjálfu sér engin eðlismunur á fótboltafélagi og það sem við kallum þjóð eða ríki eða hvað viltu kalla það. Já. Það engin eðlismunur á nema það er ofbeldi í þjóðríkinu, óheft ofbeldi. Og í fótboltafélaginu bara svona óbeint ofbeldi, það kannski útskúfanir og slagsmála eitthvað svona, það bara óbeint ofbeldi sko. Allins ef að þú ert í val og segir bara, heyrðu, ég bara hættur. Ég bara ætla ekki að borga þennan félagsgjöld lengur og ég bara hættur. Það þýðir ekki að koma sérsveitur á eftir þér og sitja á geðveikarahæli og sprauta þetta í dauða sko. Það hins vegar gerist í ofbeldisveldinu sem að sumir kalla lýðveldi og aðrir kalla lígveldi sem réttnefni ofbeldisveldi. Já. Og hér erum við líka komnir út í sko þessa pælingu. Mér finnst svolítið gott að ef við sko horfum aðeins á þetta að nationalismin verður til á sama tíma, og þetta ekki neitt gyðinga samsærispæling, en nationalismin verður til á sama tíma og sionismin. Sionismin svona 20-40 árum á eftir nationalisman. Sionismin fyrst að koma fram í kringum 1890 og áður en fólk fer út í einhverja öfgar með þá hugsun, sionismi nationalismi. Sionismi kemur frá ákveðnum völdum rithöfundum sem var mjög illa við sko að ef þú varst gyðingur þá varstu fyrst og fremst meðlimur í trúarhreyfingu. En trúarhreyfingin þannig skipulögð að hún virkar svolítið út á við eins og national identity, hún virkar svolítið eins og þjóð út á við vegna þess að fólkið sem aðhyllist hreina gyðingatrú, það þarf að viðhalda ákveðna ritúalum eins og til dæmis ef þú ert múslimi, bara þú veist ef þú ert múslimi og vilt taka þína trú svolítið hátíðlega, þá býrðu eins nálægt mosku og mögulega getur. Vegna þess að þú vilt helst fara með þínar 5 bænir á dag og þegar þú vilt vera með þína bænir, þá viltu helst gera það með öðru múslimi. Þannig að þú vilt helst búa svolítið nálægt næstu mosku. Og það alls konar pælingar sem þarna kemur fyrir eins og þú ætlar að fara að borða hvað heitir hann aftur, maturinn? Halal maturinn? Já, einmitt. Og ef þú ætlar að borða múslímskt fæði, hreintrúafæði, þá mjög gott fyrir það að búa nálægt réttum slátrara og réttum kaupmanni og svo framvegis eða hafa aðgang að þar sem menn eru kannski að gera magninnkaup og búa til saman og þú ert að búa til samfélag. Þú býrð til samfélag og þú vilt frekar börnin þín giftist innan samfélagsins. Ekki af því að endilega út af beinlínis trúarástæðum, þetta bara það sama og fólk í öllum menningarheimum, þú vilt helst að börnin þín giftist mannesku þegar dóttir þín fer að finna sér mann og gifta sig, þá vilt þú fá að vita ykkur deila á þessum gaur. Þú vilt vita, þetta almennilegur náungi? Er hann svolítið traustur og áreiðanlegur og vandaður og góður maður? Þannig að þú vilt frekar svona hún finni, ekkert endilega, þú vilt frekar að börnin finni maka innan samfélag sem að þú þekkir, skilur, getur fengið fréttir og svo framvegis. Þetta bara svona lógisk hugsun. En gyðingasamfélögin gera þetta, þannig að ef þú myndir snúast til Slitna aðeins. Já, sko, ef þú ferði betra til þess að taka gyðingatrú, þá tekur það hátt í 2 ár fyrir þig að læra það sem þú þarft að læra. Partur af því sem þú þarft að læra að þú þarft að búa í hverfi þar sem gyðingar búa
þú þarft að fara, sko, þeir tala að fara jafnvel 6 sinnum á dag í samkunduhúsið til þess að biðja bænir og pæli hlutum, sko. Og þeir eru svolítið strangir með þetta, þú sést að iðka trúna á þann hátt sem hinir að gera það, þú sést meðlimur í samfélagi. Og fyrir vikið, sko, þá eru svona samfélag verða náttúrulega svolítið svona eins og vottasamfélag í augum annars fólks. En sko, síónismin er uppreisn gegn þessu. Síónismin er hreyfing fólks sem segir, heyrðu, þó ég er gyðinga af foreldrum, þá vil ég geta verið guðleysingi eða pólitískur eða hermaður eða eitthvað slíkt. Gyðingar eru á móti því að vera í hernaði. Ótrúlegt en satt, gyðingar eru á móti því að taka þátt í hernaði. Og þá, sko, já, þetta alveg satt. Gyðingar eru á móti því að taka þátt í hernaði. En það var ég veit ekki hvort að þú deildir myndbandinu, það var gyðingur sem var að tala hann var með svona blöð upp á vegg og límband. Var ekki þú sem að deildir þessi myndbandi? Já, Gíla Datsmón vinur minn. Já, hann eiginlega að tala sko að þessa elítu meðal gyðinga sko og gyðingar eru sko og svo bara þessi gyðingapöpull sko. Að þegar þú ert að tala gyðinga þá það ekki saman gyðingur og gyðingur sko. Fólk veit ekkert hvað gyðingur er. Fólk veit yfirleitt ekkert hvað að tala því það páfugaukur. Það bara bergmálar eitthvað sem heyrði einhvern annan segja. En ég ætla að koma með eina af mínum frægu myndlíkingum þetta. Það við trúarbrögð. Hugsum okkur að séu 2 fjölskyldur sem ætla að lifa af því að byggja hús. Það stæðsti businessin núna og þeir ætla að lifa af því að byggja hús. 2 fjölskyldur. Og önnur fjölskyldan búin að gera þetta mjög lengi og hún kann á öll verkfærin sko. Tekur hamar með það í beltinu svo með skrújárn og töng og bara með allt á einni svona svuntu og þessi fjölskyldi bara snillingar í að byggja hús sko. Og það enginn eins klári að byggja hús og þeir. Síðan kemur eitthvað svona kommunismin í þetta og þeir þurfa að fara að kenna einhverjum öðrum að byggja hús eða það kemur samkeppni. Það segir bara að það komið samkeppni og önnur fjölskylda sem byrjuð að byggja hús og þá segja þessi snillingar, eigum við ekki að kenna ykkur að byggja hús? Og svo segja þær, já, það er þannig, einn bara með hamar og hann kann bara á hamar og svo annar, hann bara með skrújárn og svo einn sem heldur á nöglunum og einn sem heldur á spýtunni, það sem að hinn gera bara í einu, þeir halda spýtun og naglanum og svo með hamrinum, að þá kennar það þannig að hinn fjölskyldan þeirra 3 menn til þess að negla einn nagla, því einn sem halda spýtun þannig að og þannig sé ég svolítið heimskingjana. Einn heimskingin bara með hamar, ég er bara á hamrinum. Ég bara á hamrinu, það bara hamarinn sem gildir við að byggja hús og svo annar sem heldur á naglanum. Já, ég held á naglanum, sjáðu, ég með naglan, sjáðu og ég naglagaurinn, sko, já, það eina sem gildir nagli. Svona þjóðfélagið. Og á meðan þessir gaurar sem kunna bara með á einu belti öll verkfærin og bara gera hús bara á korteri, skilur. Ég til dæmis hérna í Svíþjóð, ég reisi hús á 4 tímum með krananum, þá bara komið hús. Það þannig sem það að þessi elíta sem kann þetta, kann á hamarinn, kann á græjunar og hún að kenna öllum hinum bara heimsku. Já, af góðri ástæðu. Og svo fólk að segja, já, þetta Stanley hamar. Já, ég vil nota Ístringhamar, þá leysast öll málin. Hamararnir eru bestir, sko. Já, einmitt nákvæmlega. Ég á 20 svo Estringhamar. Ég Stanley-gaur, sko, en whatever, skilur, það skiptir akkurat engu máli. Báðir gera nákvæmlega sama hluti, þetta einmitt, og svo fer að debate einmitt hamarinn og naglana, það betra að þeir séu frá Vírnet eða einhver öðru fyrirtæki, og það þannig sem að heimskingjarnir eru, það búið að kenna þeim bara tóma vitleysu og að lifa páfagauks lífi. Og þess vegna held ég og ég hef fallið oft í þessa gildra að fara að ræða einmitt sko er blár hamar betri en rauður hamar eða Ísting eða Stanley eða
eða þú veist, bla 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 bla, þú getur bara tekið næstu grjót og byggt hús, það skiptir akkurat engu máli. Þetta allt saman bull nema þegar kemur á tölvur. Macintosh tölvur eru bestar. Same thing there, sko. Þú veist, nú erum við átnið tölvusnillingana, við erum hérna fremstir í tölvu. Og svo ætlum við að svo að koma samkenni sem, heyrðu, ef ekki að kenna ykkur á tölvu, svo láta alla hina fjölskylduna einnir á hverjum staf á lyklaborðinu. Við bara setjumst við bara pikkum, en allir hinu þar að það er 20, 30, 40 manns til þess að pikka það, einn bara allir bara, já, ég er með ellið er best, ég er með ellið, ég er með Bíddu, áður en það fer. Ég er komin með nýjan brandara, bara frumstafinn. Ef þú vilt skilja menninguna, við vitum það að Macintosh tölvur eru bestar. Og ef við ætlum að skilja menninguna, þá skiptist hún í 2 hópa. Fólkið sem er lélegt í tölvum og kaupir Macintosh, svo það sé betra, og aðra sem eiga eftir að kaupa sér Macintosh, af því þeir eru ekki orðnir nógu klárir til þess að nota hana. Og vita það. Náður þessu. Já, en sko... Þessi er djúpur. Já, en hérna, það sem ég hef nefnilega verið að reyna að gera er að, sko, þessna er ég er að kalla þess það sem að hver maður er með einn lykil á lyklaborðinu og einn maður er með hamar, veist, og einn er með sög og eitthvað svona, veist, eða það 12 manns og eina sög. Að það er þarna sem er verið að spila með okkur. Nei. Það er alin upp markvisst heimska í fólki og ef það getur ekki viðurkennda fyrir sjálfu sér að öðrum, þá get ég ekki hjálpa því. Ég reyndar ég hélt þetta tíma, ég er komin aðeins á aðra skoðun en þú með þetta. Ég held að það sé ekki verið að ala markvisst upp heimsku í fólki sem sagt með valdi. Þú neittur í skóla. Ég held að það sé markvisst verið að nýta sér það að fólk er of heims til að fatta þetta. Að fólk nennir ekki að pæla í þessu. En má ég, fyrst ég byrjaði að tala um þetta með sionismann og nationalismann, mér langar fyrst ég byrjaði að tala um þetta, má ég klára það? Já. Vegna þess að ég nefnilega var eins og annað fólk. Ég hélt að gyðingar væri þjóð. Svo tók ég kristna trú og fór í vottana og fór að lesa Biblíuna, fór virkilega að lesa hana. Og svo fattaði ég það að það var ekki nóg að lesa hana, það var ekki að sama að lesa hana og skilja hana. Svo fór ég að læra að skilja hana og svo fór ég að fatta það að það mátti skilja hana líka á nýja vegu. Ég fór að fatta það líka að þessi bók, hvað svo sem fólki finnst trúarbragði, þessi bók hefur verið aðal áhrifavaldur vestrænnar menningar í 17 aldir. Og síðan Konstantín keisara upp á 325 nákvæmlega. En sem sagt ég fór að átta mig á því betur sem ég skildi þetta rit, hvort sem ég trúði á Guð eða ekki, því betur skildi ég sko heiminn í kringum mig, þennan mannaheim. En ég gleymdi einu. Ég nefnilega gleymdi einu að Nýja testamentið heilafær fólk með ákveðna hugsun. Nýja testamentið er vandlega samansett til þess að fá fólk til að gera sér neikvæða mynd af gyðingum. Og þetta er bæði svolítið obvious með sumarhluti, eins og bara í sambandi við stórfestingu Jesú, og líka varðandi debate-in hans og fleiri þættir sem svona subliminally, svona hnoðar degið, þangað til þú sem kristinn maður ert komin með ákveðna neikvæða mynd af gyðingum sem fólki. Og gleymir, en af því, sko, svo ferðu að lesa Gamla testamentið og þú fattar ekki frekar en margir gyðingar því miður að sögurnar um Abraham og Ísmael og Ísak og Jakob og bræðurnar hans og Jósef Jakob og syni hans og Jósef og bræður hans og Móse og allt þetta dót, að það skiptir ekki máli hvort þetta raunverulega gerðist eða ekki, heldur hvort að við föttum myndlíkinguna, hvort við föttum líkingamálið sem svo sögur segja mann. Til dæmis bara svona sem gaman, Ísak, ættfaðir Ísraels þjóðarinnar, pappans Jakobs og Esau, fólk gleymir því að Esau, bróðir hans Jakobs, þeir voru tvíburabræður.
og að Esau eignaðist mjög mikið afkomendum. Fólk gleymir því líka að sko Ísak var ekkert einkabarn Abrahams, hann eignaðist líka til dæmis soninn Ísmael. Ísmael eignaðist 12 syni. Við erum að sjá alveg gríðarlega mikið afkomendum út frá einu manni. En fólk fyrir að horfa á sko, já það er bara Abraham og svo Ísak og svo Jakob og svo bræður 12 og þetta eru gyðingar. Nei, þetta er ekki gyðingar. Gyðingar eru afkomendur Júda sem var einn af þessum 12 bróðurum. Þú veist, þetta voru Hebrear. Þarna nær fólk ekki að tengja þriðja punktinn sjáðu. Það heldur, það bara, ég er búin að lesa Nýja testamentið og þetta fólk þarna sko og svo bara horfir það svona straumlínu lagað eftir ykkur svona tunnel vision og skilur ekki merkinguna á bakvið og gleymir, gyðingar er ekki þjóð, þetta eru trúarbrögð og þeir sjálfir, ultraorþódox rabbinarnir, sko, sem eru með bestan fókus í þessu fræðum, þeir segja þetta. Þeir segja, við erum ekki þjóð, við erum trúarbrögð, við erum bara alveg eins og kristir menn og múslimar og hindúar og allt. Og þeir segja að þetta snýst ekki hvort að þú átt að búa í landinu helga ekki, þetta snýst hvort að þú skilur merkinguna landið helga. Veist? Og ástæðan fyrir ég að minnast á það. Sko, þetta veit ekki einu sinni sko, vel lærðir kristnir menn í okkar samtíma. Talandi gólemin, sko, umskiptingana. Og umskiptingur í mínum huga merkir líka sko, maðurinn sem skilur ekki sínar eigin menningarætur. Að þetta fólk veit ekki að sionisminn er síðari tíma sko, pólitísk stefna sem kom fram sem afleiðing af nasjonalisma, þjóðnishyggju. Og meðal fólks af gyðinglegum ættum sem áttu fólk, sem átti foreldra sem aðfylltust gyðingatrúna. Nákvæmlega bara svona eins og menn sem eru trúlausir, trú ekki á Guð, eru aþeistar, en eru samt í þjóðkirkjunni. Sko. Og þetta voru menn sem vildu sko, fara undan sko, völdum klerkana innan gyðingatrúarinnar og mynda pólitískan valdastrúktúr. Og þetta skilur fólk ekki. Og ultraorþódox rabbinarnir eru mjög duglegir að minna á þetta að Ísrael, ríkið Ísrael, er pólitískt fyrirbæri stofnað fyrir 60 árum síðan af fólki sem aðhylltist ekki gyðingatrú, heldur aðhylltist þjóðnishyggju og eru ekki representatífs fyrir gyðinga en eru samt að taka við stríðskaðabætum fyrir hönd allra gyðinga. Já, sem er náttúrulega eitt stór glæpur, sko. En sko, fólk skilur þetta ekki, fólk getur ekki skilið þetta. Þetta er ein risastór allsæris sko, sjónkvæði. En hérna, já, ég veit nákvæmlega hvort að tala og þetta er hárrétt hjá þér, en talandi svona í tengslu við raunveruleikann í dag, að hérna, nú er hún félagsmálaráðherra Eygló búin að vera í 2 ára tuða hús, hvernig á að byggja ódýr hús, og hvernig á að byggja hús yfir Íslendinga. Íslendingar eru eigingefna húsum að því að Seðlabankinn á all hús landsins með skipulagðri fjárglæpastarfsemi og hérna þegar sko ég kannast við þetta úr því þegar ég var í business líka, maður verið með svona einhverja félaga í business og sumir vilja bara tala endalaust það hvernig á að gera business sko, en vilja aldrei gera neitt svo. Þeir vilja bara tala hvernig er best að gera hlutina. Og ég hérna get stundum dottið í það með svona tölurum sko, en ég hef nú svona gegnum tíðina verið miklu meira svona að gera bara og læra þá bara mistökunum sko, passa með það bara að gera það ekki aftur. Og hérna til dæmis með að byggja hús, af hverju fékk Eygló ekki bara amis til landsins til þess að sýna hvernig hús eru byggð? Þetta snýst ekki árangur, þetta snýst þvaður. Já. Og það er það sem er kennt og það er það sem ég var að segja áðan með líkingamyndina að allir eru svo miklu sérfræðingar sko og allir eru, veist, ég er sérfræðingur í hömrum, ég get sagt þér allar tegundir á hömrum, hvað stærð og únsur og allt hamra
og einn getur sagt allt nagla og ég veit allt nagla og allt nagla, en það byggist aldrei neitt hús. Já. Og það þetta sem að það þarna sem að heimskan liggur og í raun alveg ótrúlega hvernig Amis hefur komist að, þeir eru algjöru snillingar sko. Þeir komast upp með að vera með þennan lífstíl, þeir lifa af náttúrunni, það sem þeir rækta sjálfir, borga enga skatta, þeir byggja öll húsin sjálfir og ef þú berð saman Amis þjóðfélag og Íslands þjóðfélag, þá eru Amis snillingar en Íslendingar fávitar. Í sammála algjörlega. Já, og svo setast með kók og popp og hlæja Amis, já þeir eru svo hallarislegir, þeir eru ekki með svona Disney-mellur sko. Ok. Nei, mitt. En gaman. Já. En ég, sko það er ekki margir sem vita það, þegar þú ert 18 ára þá ertu rekin að heiman í Amisfjölskyldu. Já, þetta taka 1 ár í Disney-mellu dansinum. Já. Svo bara ákveður þú hvort þú vilt fara heim aftur. Já. Það er held ég 20-30% sem að sko fara ekki heim held ég. Ég held að, eða minna, ég held að sko 80% af fólki fara heim aftur. Það breytir bara engu. Bara. Já. En það er náttúrulega ekki alltaf eina korsina, það eru náttúrulega allar þarna líka, en þetta fólk er alveg frábært fólk, ég ber ofsalega djúpa virðingu fyrir Amisfólki. Já, og núna eru sérsveitir, það er annan heimildamynd þar sem að Amis móðir heyrði eitthvað þrusk niðri. Já. Það var bara lögreglumaður sem miðaði byssu á henni í stofunni heima hjá henni. Það voru búin að brjótast inn á henni. Sæl. Og veistu hvað glæpurinn var? Nei. Selja mjólk. Hvernig á maður, þú veist það er ekki hægt að koma vitinu fyrir þessa menningu? Nei. Þetta er nefnilega menningin sem að þarf að, sko, ef að eitthvað nær árangur eins og Amis eða Líbía eða eitthvað land sem að nær eins og Líbía, 90% af tekjum olíuna fór til fólksins, sko. Og þar náðist að byggjast upp eitthvað svona almennilegt land. Við höfum ekki gleyma vatninu sem hann var að byrja að leita af. Já, hann var að gera fullt af góðum hlutum. Þá bara mætir NATO og Kó og Karbet-bombar það til helvíti, sko. Já. Þannig að sko, þetta snýst ekki það hvaða stjórnarskrá er verið að nota eða hvaða mannréttindi í gangi eða hvað er í gangi. Þetta snýst það að vera með frábært þjóðfélag en láta ekki NATO og Kó komast að því. Já. Það þarf að vera svona leyni félag íbúana sem allt bara funkar á yfirlagi en NATO og Kó og Sameinuðu þjóðirnar mega bara ekki komast að því, af því ef þeir komast að því að það er eitthvað í lagi í þessu landi, þá er það bara Karpat-bomba til helvítis. Með öðrum orðum, þú yfirgefur hugmyndakerfið í kringu þig, þú byrjar að mennta þig og þú byrjar að eiga samskipti við fólki í kringu þig. Vegur þjóðveldis. Axel has seen the light. Sást ekki Facebook-status minn, er ljósið blekking? Já, veistu hver er nýjasta kenningin hjá mér? Nei. Myrkrið er hluti af ljósum. Myrkrið er innbyggt í ljósið. Já, ég er að skoða þetta að ljósið sé blekking. Ég held að við vitum ekki hvað ljósið er. Ljósið er hvorki eining né bylgja. Já, ég heyrði tala um það, mjög gott pæl. Og þetta kom bara í gegnum puttana mér einhvern tímann í vor þegar ég var að skrifa eitthvað. Og eins með þetta þegar bara það nokkuð vika síðan að bara kom inn í hausinn á mér. Myrkrið er partur á ljósinu. Þetta er sama fyrirbærið. Já. En það er oft sem að við kostum fram svona konseptum og svo kannski eftir 3 vikur þá, Já, maður veit ekkert, ég veit ekkert hvað ég er að vinna með, bara ég er að býja eftir fleiri punktum og til að sé hvað verður að... Það skrýta er báðir búin að vera að pæla þessu, ég er nefnilega pældi í þessu, ljósið er blekking. Það er ekki ljós. Það er einhver skynjun, ég áttum á því. Já. Þú hefur aldrei séð ljós.
Já, ég ekki komið lengra en þetta, ljósið blekking. Ég á ekkert, og ég seti spurningamerki, sko. Já, ég er svona líka, ég hlæpar sem fáið þið. Þetta bara skref eitt, en byrju, þú varst að segja að ljósið hluti af myrkrinu. Ljósið og myrkrið hluti, þetta er bara yin yang, þetta er sama eining. Þetta er sama eitthvað. En ég er ekki komið lengra, ég er ekki að hugsa þetta, ég bara að taka við og mér finnst gott að gefa með þetta synchronicity, sko það að gera synchronicity með fullt af hlutum. Þú veist, ég búin að vera að hugsa, sko, til þess að við tölum með meiklarana, ég búin að vera meðvitaður meiklarana sem var 12-14 ára og í gegnum yfir 35 ár síðan ég var 13 ára, þá svona hafa safnast punktar, sko, en mjög hratt síðustu 3 árin og ég var að tala þetta við einn vin minni bara fyrradag sem að sko hann ósammála rosalega mörgum sem ég að fjalla en hann þekkir það allt saman og skilur það, hann bara, þú veist, og við höfum bara séð svona eitthvað, nálgun eitthvað og þetta er bara góður gegn kristinn maður og mjög vel pæltur og svona og vorum að tala meiklarana, hann langar að vera meiklari sko og finnst ekkert af því og við bara svona vorum að ræða þetta bara hlutlaust og þá kemur, það býtur nú að ég að missa síðan að segja komdu bara sporið aftur býtur synchronicity, býtur, já það var eitthvað með synchronicityið já, hann segir við mig ég segi við hann, þú nú ekkert heyrt mig oft tala meiklarana, segi ég og hann segir, jú, ég hef nú heyrt minnast á þá, en ég segi, ég hef ekkert talað þá í raun og veru hvað þeir eru eða skoðun mín á þeim eða eitthvað svoleiðis. Nei, það alveg eftir þeim, ég bara heiti minnast hver á þá bara svona í framhjálpi. En núna, síðustu 6 mánuðin er ég búin að vera alveg fullu að draga þá upp í minni orðræðu, bara hér og þar. Og ég reyni alltaf að gera það á jákvæðum forsendum. Því að bara eins og við erum sammála með baráttuna sem við erum í. Og ég fengi mjög jákvæð komment á það frá fólki en ég tek eftir því að því ég er búin að vera í svona vissri hvíld frá því að horfa á heiminn í gegnum YouTube og svona ég hef ekkert verið að horfa mikið á conspiracy theorista í sumar, ég hef bara að gera mitt núna ég er ekkert að horfa mikið á fréttir og annað en ef ég tek kannski stikkpröfu bara á Ritchie Allen eða Vinnie Eastwood eða eitthvað svona létt og þægilegt en ég tek eftir því það að poppa upp meira og meira undanfarið ár að menn að fara að stinga spjótunum, snúa þeim frá Illuminati og að meiklurunum. Þarna sé ég synchronicity aftur, sko. Það er fullt af svona synchronicity út allt. Eins og, já. En ég var að horfa á, skal ég segja ég er búin að vera aðeins að horfa á þessa flat earth pælara. Já. Ég geti séð á vegnum mínum að ég birti nokkur vídeo og við höfum stundum pælt í þessum í djúpköfunum að sólin er ósýnileg. Já, ég fattaði það ekki fyrir þú benti mér á það, en ég sé það alveg spott hvað ljósið er ósýnileg. Já, við höfum aldrei farið til tunglsins. Ég er ekki alveg viss með það ennþá, en við höfum aldrei ringsólað í kringum jörðina. Ég er ekki viss með það. Nei, það er ekki einasti gervihnöttur á flugi. Ég hef heyrt mjög skemmtilega pælingar þetta. Ég neita þess ekki. Ég er bara komið með punktana, sko. Já, þetta eru punktar sem við höfum rætt og það voru aðri punktar sem hafa komið núna sem voru nýir fyrir mér. Og það var punkturinn með, nú ef að jörðin er flöt, siglum maður það fram af. Og hann var að segja, sko, kortið okkar er bjagað. Já. Og hann var að segja, sko, að fljúga frá Suður Afríku til Ástralíu er 12 tíma flug. Og hann var að segja að þú finnur hvergi í heiminum annars staðar en að það farið upp til Dubai og aftur niður til Ástralíu, það er 16 tíma flug. Og síðan ef hann réttir upp kortið og gera það ekki nött
þá sérðu að það 16 tíma flug, sko. Já. Og svo var hann og þetta pæling sem ég aldrei heyrt áður, svo var hann að segja að jörðin sem sagt ekki hnöttur, flöt, ég kaup ekki alveg að hún sé flöt, ég held að þetta sé sannleikur liggur eitthvað starf á milli. Og hann var að segja að þú afbjagar kortið, þá suðurheimskautið allt í kring, sko. Já, ég sé þessa pælingar, sko. Og hann var að tala um það hafði verið gaurar sem voru að fara á suðurpólinn og fljótlega eftir að þeir fundu suðurpólinn og fóru þangað, þá var gert alþjóða samkomulag að fara aldrei að aftur. Hvers vegna? Ég gerði vídeó þetta í vor, það var eitt af fyrstu ensku vídeónum mínum, þar sem ég gerði Flat Earth, Hollow Earth og a Sphere, or a Planet. Já, einmitt. Og ég þarf náttúrulega bara að rifja það upp aftur, það hefur nú reynda fengið á annað 100 áhorf, minni mig það, yfir 80. Ég er með 2 vídeó sem hafa verið vinsæl, það þetta vídeó og vídeóum mitt Planet Nibiru. Já. Og Planet Nibiru var eiginlega eina vídeóið sem ég fengi dislike á. Og ég var svolítið hissa vegna þess að ég er svo ánægður með pælinguna sem ég kem fram með í henni. Og það er eiginlega eina af fáum pælingum sem ég myndi nenni endurtaka, sko. En skýtt með það. Það sem ég er að hugsa varandi Flat Earth, Hollow Earth, Planet, hvað með fjórðamöguleikann? Hver er fjórðamyndin? Enginn hefur komið fram í fjórðamyndina. Já, eins og ég var að segja þann, sko, ég kaupi hvoruga og líka þessi Flat Eartharar, sko. Já. Þeir eru líka með fullt af frösum sem ganga ekki upp, sko. Já. Og maður reyna svona einhvern veginn að taka geislana frá þessu báðu og sjá einhvern veginn veruleikan hann á milli pólana, sko. Já. Og þú þekkir pælinguna mína þegar ég tala varandi consciousness. Þegar ég spurði tréð, erum við sköpuð eða erum við þróuð? Og tréð svaraði hvorugt, við erum innblásin. Já, einmitt. Ég Nú dæstu út? Já, ég segi sko, í sjálfum sér ger ég engan greinamun á sköpunarkenningunni og Big Bang kenningunni. Það eru bara kenningar og pælingar. Akkurat. En hins vegar ég með, við erum búin að báðir þú gert heilt vídeó þetta og ég ætlaði ekki að fara í tæknilegu dítalana með þetta, ef ég kemst upp með það. Já. Ég ætla að fara með umræðuna í hversu skökk er myndin, hvaða áhrif hefur hún á okkur og akkurru vilja þær ekki, eða akkurru verið að reyna að halda því leyndu hvers konar heim við raunverulega búum í? Í fyrsta lagi, ef þú veist ekki svarið, en vilt að allir haldi og vildi svarið, þá myndi ekki segja nefnum svarið. Það er ein kenning sem að menn hafa sett fram að það er sko, ef við vissum hvað við værum stór og mikilvæg í þessum heimi, þá hefðum við alltaf verið sjálfsmynd, en það er búið að vera að teikna upp sjálfsmynd þar sem við erum bara svona sandkotn og það er fullt af sandkotnum út allt og við skiptum einhver mál. Taktu líka, sko, þegar ég er að tala um þetta með, sko, eins og með sköpun þróun, ég er að segja, heyrðu, það er þriðja kenningin. Ég held að ég sé svo eini í heiminum sem er að segja þetta, með þessa útgáfu allavega. Og eins með þetta með, þú veist, við erum með 3 myndir af heimsmyndir á jörðinni, hvað er þessi 4? Og svo framvegis, sko, erum við först í línunni eða þrívítinni eða ætlum við að fara út í fjórvítina? Þú veist, hver er, sko, af því þegar við horfum á heimsmyndina, bara tökum til þess UFO-logy. Nú ég er aðeins búin að tala um UFO-logy í sumar og meira svona bara til að segja, heyrðu, ef þið eru að trúa þessu UFO-logy bullshiti, þá þið fíl. En bara sagt á fallega, sko. En þannig ég bara svona varpa fram, heyrðu, það til fleiri sjónarhorn á þessu, en varðandi UFO-logy til dæmis, af því það er allir svo hrifnir, það er ekki sannleikan þetta, sko,
Bandaríkjastjórn vill einmitt að allir haldi það að þeir séu í sambandi við aliens. Já, það náttúrulega bara meiri áttar psyop, sko. Og núna megum við búast við innrás frá Mars eða eitthvað svoleiðis, sko. Já, eitthvað, sko. Og það verður sennilega sviðsettur loftsteinn og það verður sviðsett alls, sko. Það fullt af svona rugl að fara í gang. Já. En hérna... Ein spurning samt. Já. Ef það væri líf á öllum plánetum sólkerfisins, miðað við að pláneturnar væru það sem við nei, sko, ég gleymdi að ég að tala af Axel, sko. Ég var alveg uppi með nefn, sko. Þú rétt fast frá mér. Tilbúin í burtur að hérna, sko. Þarna varstu alveg komin út á ístunum, sko. Bara gefum okkur að það sem okkur er sagt Þú fannst hendin að koma átt, sko. Gefum okkur að pláneturnar séu eins og okkur er sagt að þessu. Okay. Bara svona að gamni. En gefum okkur að það sé vitiborið líf, eða nei, ég umorða þetta. Gefum okkur að séu vitibornar verur á öllum þessum plánetum og í sólinni einnig. Hvernig myndu þær vera? Ég er ekki beðin svar við þessu, það sem ég er að segja að hinn steinrunni hugur, hann gefur sér aldrei þá hugmynd að hið óhugsandi gæti verið hugsandi. Hvað vitum við annað en ljósenglar eins og Mikael og Satan séu bara verur sem búa í sólinni? Þú veist. Þetta var eiginlega ástæðan fyrir því að ég bjó til þess að segja, ég hef búin að vera í mjög þungum þöngum undanfarið með þetta. Og þú manst að ég lagði svona heimaverkefni fyrir hlustendur að pröfa að fara í vinnuna og segja, heyrðu, Hitler var bara góðigurinn, sko. Og mæla viðbröðin hjá fólki og pröfuðu á að fara og segja, heyrðu, veistu það, við höfum aldrei farið til túnsins og jörðin er sennilega bara flöt. Sko, ég sagði það áðan þetta með að ég er ekki búin að hafna því þessu með tungllendinguna af meira bara svona persónulegum ástæðum. Ég veit að það er 99% líkur á því að geimfararnir hefðu aldrei komist í gegnum Van Allen-beltið. Ég bara veit það. Ég veit að það er 99% öruggt að þeir eru allir steindrepist á fyrstu 5 tímunum í Van Allen-beltinu. Og þeir eru 2 sólarhringa á leiðinni í gegnum það. En er Van Allen-beltið raunveruleikið þá líka? Það veit enginn. Nei, þetta er svo erfitt. Ég var að segja við Markus í morgun að þetta er eins og frúin í Hamborg, þú mátt ekki segja já, mátt ekki segja nei, mátt ekki segja svart eða hvít. Þegar ég til dæmis að reyna ég er að reyna að tjá mig án þess að nota réttindi, mannréttindi eða náttúruréttindi eða án þess að nota orðið réttindi. Það er ótrúlega erfitt að vera bara svona í einhver svona umræður svona dúkja upp eitthvað orð réttindi sem er alveg kjaftaði, sko. Og sama er þegar maður er að tala þetta veruleikan okkar sem við búum í, það er nú ennþá meira, það er sko frúin í Hamborg á styrum, sko. Já, ég meina það er mjög auðvelt að sýna sanna fyrir þér í þessum veruleika kona þín elskar þig ekki. Það er bara þín sjálfsblekking. But let's not go there. Ég gef mér að hún sé entity og hún tjáir sig voða mikið á þann veg. En það er líka annað, sko, þú getur ekki hamingjusamlega elskað annan fyrir þú ert búin að læra að elska sjálfan þig, sko. Laugrétt. En sko, það sem ég er að punktanir sem ég er að koma til skila. Ég þarf nú að gera eitthvað meira en að löðrunga þig bara. Það er þess sem engin annar kemur í viðtöl. Fólk kann ekki taka löðrungum. En það sem ég er að reyna að segja, þegar þú er búin að taka svona mikið af lauknum, sko, öll lögin af lauknum, þá er bara ekkert í matinn, sko. Vegna þess að, sko, þegar við erum að reyna að horfa á heiminn og gera okkur hann í hugulend, þá erum við öll að horfa öfugum megin í kíkinn. Ég verð að játa það að ég, sko, í þessu myndbandi sem ég var að horfa, þá sýndi hann, sko, akkur þegar þið fara með þessa gameskullur
þá fara þær alltaf svona, sko, og byrja að fljúga svona beint, sko. Já. Og hann var að segja að gameskutlunar með þessum kútum og þessi sýning, það sagði gameskutlunar fara upp og svo bara krassaði niður. Og síðan gameskutlan sem kemur til lendingar, það þota og hann birti myndband það sem að heyrist þegar sloknar og þotareflunum, sko. Já. En ég get sagt þér eins og með öll gameskot, nánast öll gameskot, ég hef hugsað þetta bara frá því ég var lítill krakki. Sko, miðað við það litla sem ég veit eðlisfræði, þá engin spurning að þú, ef gameskot eru raunveruleiki, bara gefum okkur það. Það engin spurning að það miklu auðveldara fyrir þig að svífa með einhvers konar skutlufyrirbæri eins hátt í lofthjúpinn og hægt og láta þaðan skjóta sér út. Það engin spurning. Það ekkert út, sko. Það bara, nei, þú veist bara ég sagði gefum okkur þetta síðan. Ég nenni ekki að pæla í, þú veist, hvort að það eru til 1000 mismunandi útgáfur á hvernig þetta gæti verið. Við getum alveg farið það líka, sko. En það sem ég að reyna að segja að þegar ég horfa á all gameskotin, þá sé ég að það eitthvað þarna sem ekki eins og áhugaverð. Það meikar ekki sens að það þurfi svona rosalega oddkossan blýant með svona órosalega öflugu sko potikrafti til þess að stinga sér út úr blöðrunni. Já. Og kannski það með málið. Þú getur ekki stungið út úr blöðrunni eins og ég veit að Ragnar vinur okkar hefur margoft bent mér á að það ástæða fyrir því að radíóbylgjur speglast í gufuhvolfinu og það þarf endurspeglun á stöðvar í kringum jörðina. Og það kom nýlega fram einhver kenning að væri búið að finna út eitthvað plasmabelti í heimilkum háloftunum. Það svo mikið, sko, meðan ég kemst ekki sjálfur þarna upp og skoða, þá trúi ég öllu og hafna öllu bara eftir því sem mig langar. Þegar ég segja oft, þú veist, ég trú alveg Big Bang teóríunni, ég trú hann alveg, en hún ekki meitluð í stein hjá mér. Mér drullu sama hana. Ég líti á hana sem módel til að útskýra mér, módel til að segja mér sögu. Ég trúi líka sköpunarkenningunni. Ég sé bara 2 módel, það allt og sumt sem ég sé. Og þetta með tunglferðirnar og allt annað, já, ég þekki bæði opinbera samsærið og jaðarsamsærið. Þú veist, ég þekki líka, ég líti á bara sem 2 sögur. Já, ég átta mig á því, sko, en hérna, sko, ég reyni náttúrulega, sko, þegar maður í þessum pælingum og að taka blöðin utan á lauknum, sko, hágrátandi, eða hvernig það að hérna, sko, þegar ég heyri þetta fyrst með sólina, ég hafði oft velt þessu fyrir mér, akkur það kemur geislanir í skýjunum, sko, akkur kemur þessi gráða á, það kemur ljóspunktur, svo þessi gráða. Og þú getur reiknað með einfaldinu hornareikningi getur reiknað út hvað sólin langt í burtu, sko. Má ég benda þér á leið? Já. Að ég ekki að pæla þessu sjálfur. Þetta út úr skópinu mínu, bara eins og refugee var lengi vel. Ég að horfa á aðra hluti. Já. En ef ég væri að pæla þessu, miðað við að því ég séð einhver vídeó um þetta, og ég átta mig á því að 2 af hverjum 3 vídeóm sem ég sé á YouTube gætu verið komin frá tröllafaktoríum. Þetta fullt af tröllafaktoríum sem eru bara í því að búa til svona fake pælingar. Það var nú bara grein í dagblaðinu núna í vikunni einhverja rússneska tröllafaktoríu. Það var gert til að demonisera Pútín auðvitað náttúrulega. Það bara gleymdist að setja horn á myndirnar á honum. Já, einmitt. Að þú veist, það var svona bara tröllafaktorí í Sankti Pétursborg sem í því að búa til avatar-akkánta og það sem að, þú veist, það eitthvað á tölvunni að stjórna 5 til 10 avaturum, þú veist. Já, að gaman að greinina því hún bara sagði, hei, Guðjón, þú rétt fyrir þér avatarana. Já, ok, cool. En, sko, þú veist, það var bara lýsing á því hvernig þau búa til fake fólk á social-profílum, bara, þú veist, og uppdatear statusa og myndir og alls konar og tekur þátt í athugasemdum og samræðum og svona, alls konar skemmtilegheit, þú veist, ekkert, sko, maður veit aldrei hvað á nóttinni, en sem sagt, ef ég var að fara að rannsaka ljósið, þá myndi ég sem sagt taka öll þessi propagandamyndbönd á YouTube og fleygja þeim. Ég myndi fara í miklu áreiðanlegri heimild.
Áreiðanlegasta heimildin til þess að fara að grúska í ljósi er Isaac Newton. Já, hann sagður hluti af blekkingunni, en... Nei, hann það blekkingi. Hluti af honum það. En ef það eru sko þúsundir af gervinöttum sveimandi yfir jörðinni, þá ættum við að vera eitthvað varið við þá, þú veist. Já, það þú veist. En má ég hamra aðeins betur á þessu með Isaac Newton? Ég grúskaði aðeins í honum í fyrra. Og ég komst að því að það eina, sko, það með hann eins og Einstein, hann er bara notaður sem íkon. Sko, sekular mystísku vísindin, þau hafna það bil 95% af Newton. Þau taka bara þessi 5% sem þau skilja, sem er kalkulus og reikniaðferðirnar fyrir gravity og henda öllu hinn. Gaurinn var miklu pældari, þetta var alvöru mystíkur. Og hann var að leita að, hann var að reyna að decipher blekkingar. Og það hugsanlegt að menn eins og til dæmis Pascal, Blaise Pascal, ég man ekki hvenær hann var uppi, hvort þeir voru samtímamenn eða þú veist hvor var undan hverjum. Pascal var líka svona típa eins og Newton, þú veist, sem var mystíker, hann var trúaður, hann fór sína eigin leiðir, en það eina sem að menn nota í dag er Pascal þríhyrningurinn og eitthvað svona reikniformúlur, þú veist, Fibonacci-serían minni með að koma frá Pascal. Já. Ég myndi fara í gaurana, þess að gaurar sem voru fyrir 300 árum, 300-400 árum, að koma fram með sniðugar hugmyndir sem þar sem þú færð bara að vita 5%, vegna þess að hinn 95% eitthvað sem þú mátt ekki vita. Alveg eins og með Einstein. Einstein var bara ruglutallur. Hann var gáfaður ruglutallur. Ég held að maður þurfi svolítið, svona, já, ég pælti Newton, sko, hann var náttúrulega að reyna að búa til gull og hann var lent í svona þunglindis tímabili og allt þetta, sko, og var síðan tekinn inn í aðalinn, en hann var náttúrulega snillingur, sko, og það er fullt af snillingum í gangi og en maður skilur ekki, sko, akkur þessar lygar, akkur þessar blekkingar, sko, hverju, það virðist vera þegar að menn ná að sér snillugáfu, þá það bara strax teknir inn í elitin og þeir fara að níðast á öllum hinum eins og hefur verið gert í árþúsundir. Já, nei, ég ekkert viss um að sé þannig. Ég held að þetta sé meira þannig að, sko, þegar Newton dauður, þá tekinn allt sem hann gerði og, sko, þetta bara eins og sjónhverfing. Taktu bara eins og með Einstein. Einstein skrifaði undir ritgerð konuna sinnar. Hann stal líka frá patentskrifstofunni fullt af drasli, sko. Já, ég veit ekkert það, en þú veist, ég hef ekkert farið það djúpt onni, þú veist, ég nenni ekki svona rugludallum eins og Einstein. Ég vissi bara, það bara, þú veist, í mörg ár vildi ég ekkert vita um Einstein, ég hugsaði bara, já, hann var snillingur, ég sagði það bara eins og págaukur eins og allir aðrir, en það var eitthvað þarna, alveg eins og með eldflöðurnar sem þarf til að stinga í gegnum blöðruna, það er eitthvað þarna sem að meikar ekki sens. Svo settist ég niður í fyrra eða hitti fyrra, þar áður, ég man ekki hvernig það var, ég hugsaði, já, nú ætla ég að vita eitthvað um Einstein. Ég fyrir að grúski Einstein og ég sé bara ó, halleluja Einstein, ó, heilagur Einstein, ó, frábær Einstein, ó, snillingur Einstein, já, ok. Svo allt í einu sé ég glitra á eitthvað í myrkrinu og, þannig er hún Marisa Marek, eða hvað hún hét, Mileva Marek. Já, konan hans. Já, hún reiknaði þetta allt saman. Já, nákvæmlega. Og ég var komin á sporið. Klukkutíma seinna var þetta alveg ljóst fyrir. DMH tók hann líka fyrir í vetur eftir hann las ykkur á bókum hann og það hjálpaði mér svolítið að tengja punktana og bara í mínum augum er Einstein tákngervingur fyrir allar blekkingar hinna mystísku vísinda. Fólk veit ekki að vísindin eru mystík af því að skilur ekki tungumáli. Já, en ég sko maður þarf einhvern veginn að testa allt á sjálfum sér, sko. Já, og treysta innsænu og þess vegna má bæta við að því að eiginlega gleymdi maður verður svo þetta er svo stór efni sem við erum átt með. Í litlum þáttum. Já, en þetta er náttúrulega allt sem bara rugl og fólk á að hafa vita því að vera að gera eitthvað nýtsamlega heldur en að horfa okkur. Nákvæmlega, og við vonum að hafa rámt fyrir okkur með allt náttúrulega. Sjálfsög, við erum bara bulla. En við erum að bulla jafn mikið og hinir.
Einu munurinn prófgráðan. Nei, ég er með doktorsgráðu. Þú ert með verified account. Ég er með, já. En það sem ég ætla að segja eins og með Ísak. Eða kemur spurning, er ég að hósta út af reykingunum hjá þér? Þetta allt tengist öllu öðru. Þetta óbeina reykingar. Þú voru að fara að hætta að reykja þetta. Er enginn að taka eftir í hvað ég er ofta að fara með sígarettuna út fyrir skjáðan? Það er allir nákvæmlega sama, það er enginn að horfa, það er allir að hlusta bara. En heyrðu, já, tökum Isaac Newton. Isaac Newton kemur fram með eitthvað og menn átta sig að því að hann kom fram með eitthvað og gaf það út þannig að fullt af mönnum fattaði að hann var onto something. Okay? Svo hvað gera þeir? Þeir taka 5% af því og blása það upp í hæp. Þannig að fólk horfir bara á það, sjónhverfing. Þegar þú horfir á sjónhverfingamann á sviðinu, þá sérðu hann tróða vasaklútun í hendina og út kemur dúfa. Þú sérðu ekki hvar hann skipti á milli dúfunar og vasaklútsins. Þetta er sjónhverfi. Það er að segja að það er til fullt af punktum á borðinu að maður þarf bara að skoða hvað er verið að fela. Hvað er ég ekki að sjá? Og mér sýnist, með það litla sem ég veit ljós, það er tvennt sem ég veit ljós. Ég veit að ljósið er ekki það sem ég held að það sé. Og ég veit að sá eini sem hefur eitthvað rannsakað ljós og fjallað ljós og sagt eitthvað að vita ljós er Isaac Newton. Og ég veit að þetta er áratugum í það. Ég veit að allt sem menn vita ljós er bara byggt á þessu tvennu. Eða nei, á Isaac Newton. Að 90% af því sem menn vita ljós í dag kemur frá honum. Þetta veit ég. En ég er að segðu mér eitt. Ég var einmitt að pæla í þessu, ég keyrði til tannlæknis til Noregs í dag og ég var að pæla í þessu bara leiðinni heim, þá var ég að horfa bara, þegar ég var að keyra heim, var ég að horfa út um gluggann og bara spá í ljós og ég var að spá í þessa upplifun, veist, ég sá trén og veginn og aðra bíla þjóta framhjá og allt þetta. Ég var að spá í þessu upplifun mín af raunveruleikanum. Get ég einhvern veginn útskýrt hana án þess að nota ljós? Það er mjög auðvelt fyrir þig að leysa þessa gátu með því að fara í blindraskóla og útskýra blátt. Nei, ég er ekkert að segja þessi blindur, skilur. Nei, en ef þú getur útskýrt fyrir blindum manni, mismun á litum. Það er bara eins og ég sé hérna kameruna fyrir fram mig. Já. En það er búið að segja mér að boðmiðillinn sem að lætur mig fá þessa skynjuna, þessum hlut hérna, er ljós. Já. Er það alveg örugt að það sé? Er það ekki eitthvað annað sem að einhver bylgjur eða er það ekki eitthvað annað sem er að gefa mér þessa upplifun? Ég held að það sé eitthvað annað en ég er ekki komin lengra en það. Við erum að byrja, sko. Við erum bara að velta við öllum steinum, sko. Við stöndum fyrir framan risastórt draugahús. Við erum búin að opna hurðina á forstofunni og við erum hvorugur búin að stíga inn fyrir dyrnar. Nákvæmlega. En við erum kannski orðaða ólíkan hátt eins og við töluðum áðan. Já, við höfum stundum gert það í gennum 2-3 þætti höfum við orðað sama hlutin öðruvísi. Já, þannig að þú veist og það sem er svo hrifin þessu synchronicity, því ég er að byrja að upplifa sífellt meira, þess að vorum að tala með hópin í kringum okkur. Þú veist, ég er að sjá fólk tjá sig mismunandi hluti og mismunandi hátt. Og læri hluti, en ég er að sjá fullt af synchronicity. Og ég er hættur að pæli, eins og talaður áðan, þú veist, er einhver að fara fram úr öðrum eða ekki? Ég er hættur að pæli þessu, ég pæli, þú veist, ég veit að ég er að hafa orð á fullt af hlutum sem aðrir ekki gera og ég veit að þú ert að hafa orð á fullt af hlutum sem aðrir ekki gera, en það sem ég er að sjá er að það er líka fólk sem er að taka við þessu og að byrja að kontribúta. Og fólk er að byrja að átta sig á, það er að taka svolítið langan tíma nefnilega, en það er fullt af fólki að byrja að átta sig á því að þau séu þáttakendur í þessu. En ekki fylgjendur. Og það gefur mér alveg rosalega mikið. Mér langar að segja þér eina litla sögu sem að gerðist bara núna fyrir nokkrum dögum. Það hringdi mig góðu vinur minn sem að bara einu sinni sem oftar og hann var að tala bara hluti sem hann hefur áhuga og ég hef áhuga. Og hann hefur alveg sagt við mig, hann sagði ég reyni að sjá all vídeóin þín,
ég næ að tengja við sum þeirra, en svo finnst mér sum þeirra vera algjört rugl. Og ég bara, þú veist, bara, ok, fínt, cool, bara aðeinslegt. En svo segir hann, sko, ég tek alveg eftir sumi vídeóm sem voru til svona sama kvöld og við töluðum saman í síma. Þú veist, fólk hefur mér að tala það við mig að suma greinar sem að ég hafi skrifað sólarhring eftir að það ræddi við mig einhverju hluti. Þannig ég sé líka þessa dýnamík og hún er óslega spennandi. Að ég ekkert endilega, þú veist, að finna eitthvað upp. Ég kannski bara partur af annarri heild, sko. Og ég sé, sko, eins og þessi góði maður, hann bændi mér á. Hann sagði, það var manneskja sem var að gagnrýna mig fyrir það að ég var einhvern tímann að eyða tíma í vídeóinu þín. Ég var að horfa á einhver vídeó eitt kvöld frá þér. Og já, hann ekkert endilega að horfa daglega, hann bara svona, þú veist, þegar mann eftir því og kíkir hann á 2-3, sko. Og hann sagði, ég var að horfa á einhver vídeó frá þér og það var einhver sem gagnrýndi mig fyrir að vera að eyða tíma í þessari vitleysu sem að væri í þessu vídeó. Þá svaraði hann, ég á þessi vídeó. Ha, segir hún. Já, fullt af vídeónum sem hann hefur verið að gera eru sprottin upp úr okkar samræðum. Ég á hluti í þessu efni. Og þetta hlýjaði mér ofsalega mikið. Að ég að upplifa í gegnum þessa vakningu sem kringum okkur að hluta af samfélagi þar sem bara hver og einn að gera sig. En við erum sko, og ég var að hugsa þetta í bílnum í dag og komið ekki vænt að sjá þessa vakningu þegar þú ert búin að tala lengi einhver viðfangsefni og þér finnst þú ekki vera að fara að sjá neinn árangur af því og þú ert ekki að sjá allt fólki sem að hlusta og hugsa og svo gerist allt í eitthvað og þú sérð svona vakningu þarna, einhver nota hugtak sem þú notaðir eða það einhver að benda á spuna sem þú varst að pæla í og fólk að byrja svona, þú veist, og ég til dæmis, ég sá eina mannesku nýlega, hún eiginlega bara sneri sig bara frá vakningunni, svo bara byrjaði hún aftur og hún kom tvíeld fram á sjónarsviði, bara ein manneskja sem ég kannast við. Hún ætlaði bara bakk út úr þessum pælingum, en það tók hún nokkra daga og hún hugsaði eitthvað, maður sá þetta bara fjallaði, sko, það var eitthvað í gangi og svo kemur hún bara tvíeld fram og með alveg fullt af góðum pælingum og að miklum krafti við ákveðna einstaklinga og maður sér, heyrðu, þetta alvöru. Og þá sagði ég, byrju, hver munurinn á vakningarhreyfingunni og strúktúrnum að það kaos öðrum megin en orð hinum megin. Og ég sagði, cool, vegna þess að þegar ég að tala að þú sjálfi þetta sannleikurinn og þú ert að kveikja á innblæstri við skaparann, þú veist, hvort sem fólk trúir á, við getum notað skaparann sem sko, eins og Jung kallaði það arketýpu, bara arketýpu sem táknar einhvern kraft í sjálfum þér sem þú virkar. Og þegar ég að tala þú opnar fyrir þennan innblástur, þessa tengingu, þá ert að virkja part af sjálfum þér, en hún ekki inn í einhverjum leiðtóisma. Hún þú verður aftur þitt náttúrulega entity. En þú talar blekkinguna, og ég sé blekkinguna svo vel og ég sé lína svo mikið og ég sé spillinguna sem kemur á bakvið það. Og ég minna að horfa endilega á elituna sem spilt. Ég sé engan mun á sauð og forystuhauð. Sauðahjörðin alveg eftir spilt. En þegar ég að horfa á sko, hluti eins og flatajörð eða stjórnkerfin eða einhverja aðra pælingar, ég með hverju mánuðinu sem líður sannfærðari eina kenningu sem mín kenning. Ég veit ekki til þess að neinn annar sem þessa kenningu. Bara, ég hlakka til að sjá ef fleiri eru með hana. Það ákveðið bara conformity fyrir synchronicity. Að ég að sífellt meira sannfærður að veröldin sköpuð jafn óðum á hverju stundu út úr hinu ómeðvitaða. Með öðrum orðum, þegar ég að segja að árið 1450 var jörðin flöt, að það var hún flöt. Hún var flöt þangað til einhver sýndi fram á hana í hnöttur og það var hugarfarsbreyting með tíma. Ég held að við séum í alveg jafn mikilli blekkingu í dag eins og þá. Vegna þess að við sjáum ekki
Og hér kemur svona svolítið kjarnin í minni hugmyndafræði að hinn ófrjálsa sál, hinn ófrjálsi steinrunni hugur, hann sér ekki að hann að skapa jörðina. Hann fattar ekki sitt eigin mikilvægi. Í mínum augum með drullu sama hvort við flugum til tunglsins ekki. Þannig að tunglið geti horfið ef við hættum. Ég er að heyra í fólki sem hefur hort á chemtrails-vídeóum mín, þau eru 1 eða 2, sem hætt að taka þetta chemtrails og bara hætt að sjá þau. Eftir ég sagði hvað mér finnst þau. Og ég er að sjá þetta gerast með fleiri hluti að þegar fólk fer að horfa á hlutin á annan hátt og kveikja á spurningum inn í sjálfum sér, og þá fer það átt að sjá því að margt af því sem við sjáum og höldum að sé raunverulegt. Ég meina, ef ég átta mig á því að Axel er gul appelsína, það er ekkert víst að við einu sinni lítum út eins og við höldum að við lítum út. Ég meina, 6% af ljósinu er sýnilegt. Við sjáum bara 6% af ljósinu, kannski minna. Við heyrum bara brota hljóðum. Ef að ljósið er til. Ef þú sér bara þennan putta eða 2 og þú verður ekki hugtaki hendi, þá sérðu 2 staka putta. Já, ég hef reyndið að vera að velta svolítið fyrir mér eins og það stundum sagt að þú getur ekki búið til músík án þagnana. Já. Ef þú situr ekki þagnir inn í músík, þá ertu bara með ógeðslegan hávaða, sko. Já. Og sama hef ég verið að velta fyrir mér. Svo músík er ekki framleiðsla á hljóði, heldur framleiðsla á þögn inn í hljóðið. Já, það er ekki til tónlist án þagna. Já. Sama hef ég svolítið verið að velta fyrir mér að þegar ég er að leggja þessa punkta bara fram hérna. Já. Og einmitt þegar ég segi og stundum þegar ég legg svona punkta fram, þá kemur alltaf já, hvernig er þetta þá? Hvað segir þá? Að þá segi ég eins og það er ekki hægt að skapa tónlist án þagnana í tónlistinni, þá er ekki hægt að finna viskuna öðru sem að segja mikið, ég veit það ekki. Það er eiginlega það eina vitrana sem að hægt að segja. Að bara, ég veit það ekki. Eins og til dæmis hérna eins og þetta, það var alltaf verið að þegar ég byrjaði að tjá mig og ég náttúrulega með svo absúrt hugmyndir, sko, þá kom það bara þú er bara vittlýsingur og þetta er bara allt vittleysa og hvað á maður að gera þá og hérna og sko og fólk alltaf mér finnst hérna, ég hef aldrei sett mig á sko. Ég hef bara sagt þetta er svona sé ég veröldina og ég tjá bara það sem ég sé hverju sinni og þegar ég er með einhverja ljótar samsæriskenningar þá vona ég náttúrulega bara að ég hafi alrangt fyrir mér, sko. Ég vil ekki gera neinum upp eitthvað svona ljótt, sko. En hins vegar hlýt ég náttúrulega að tjá mig það sem er bara beint fyrir fram að mig, sko. Já. Og sama er að þegar maður er að opna svona hugsanir svo var Hitler góður kall bara. Þú veist, þá fylgir svolítið eftir hjá mér, ég bara veit það ekki. Veist, ég er bara með mjög 2 ólíkar myndir sem að þýða fyrir mig að ég veit það ekki. Það eru 2 aðilar að segja mér alveg 2 ólíkar sögur og gera einhverja kröfu að ég viti þá eitthvað annað eða hvor er sönn og hvor er lygi eða hvað það voru veist. Þannig að þögnin í þessari viskuleit er að segja ég veit það ekki. Já. Og það er þarna sem ég held að háskólasamfélagi og þetta lið sem að þykist vera svona menntað að það getur aldrei sagt ég veit það ekki. Það þarf einhvern veginn alltaf að böðlast áfram í að finna einhver svör og veist og þaðan kemur öll þessi lygi og þetta ógeð og þetta sem þau kalla tónlist, sko, sem er bara oh my god, vil ég bara hætti þessu, sko. Því að það er engar þagnir í tónlistinni hjá þeim. Það er bara garg, sko. Og það er svolítið merkilegt, sko, að þegar þú ferð inn í debate við fólk sem er inn í þessari veröld. Það slitnaði þess. Það slitnaði þess. Hvað með síðustu setningun aftur?
Ég segi sko, ef þú ferð inn í debate og ég er nú ekki hrifinn af debateum, ég lít til dæmis ekki á okkur sem að við sem að debata, ég lít svo að við erum í samræði, við erum að skiptast á, við erum að tala saman. Við vitum ekki hvað við erum að gera, verður bara heiðarlegur. Já, þetta er allt veist, ég er það. En sko, ef þú ferð inn á háskólatorkið, þarna fína, flotta, og ferð að tala við háskólaborgarana, þá getur þú sérst ekki unnið vegna þess að þeir eru alltaf í debate og þeir eru með allan orðaforðan til að sigra debateinn inn í sinni sneið. En svo lendir í því að þú ert að tala við fólk, ég meina ég settist nýlega niður með fólki, við vorum 3 saman sem ákváðum að hittast bara til að ræða svona mystískan veruleika og við vorum öll að tala ólíkan mystískan veruleika en einhvern veginn skildum við öll hvort annað á þess að þurfa orð það og við hlóum að því sko. Og með eftir í hug samlíking sem að ég prófaði að segja við einn vinn minn í vikunni, ég er að prófa að segja við þig líka, þetta er nú samlíking sem hefur verið notað af mörgum í gegnum árahundruðum. Það var einu sinni meistarinn sat einhvern tímann eftir morgunverð og var að horfa út gluggann og nemandinn kemur til hans og segir, meistari, ég finn fyrir vindinum og ég skynja flugurnar og ég finn þennan kyrrðina í alheiminum og veistu það, ég held að ég sé uppljómaður. Já. Nú áttir þú að hlæja, sko. Já, ég náttúrulega þetta er kannski virkað á mig síðast, en núna ég byrjaði að hugsa ljósið er ekki til, hvernig getur þú ljómað? Spiritual rebel. Þetta virkar ekkert lengur á mig, sko, ljómaður, ljósið er ekki til. Fabian. Já, bara aftur í engisbrettunar. Það eru bara engisbrettur í matinn. Damn it. Það er ekki að fá almennilega mat, sko, það er bara... En ég held að þessi líking hjá mér sé svolítið flott, sko, því þetta fólk sem kalla sig tónlistamenn og kann ekki að setja þagnir sem eru, ég veit það ekki, þetta maður bara fær hausverk og bara það blæður úr eyrunum á manni að hlusta á þetta fólk, sko. Já. 9. sinfónía, sko, eina sem að, ég bara að hugsa, er ekki bara það eina sem maður getur sagt við svona fólk, Beethoven samt í 9. sinfóníuna heyrnarlaus? Ég held að maður eigi bara að segja á þetta fólk, heyrðu, veistu það? Nei, ég vill ekki koma aftur á tónleika með þér. Nei, ég ætla bara að sleppa þig, sko. Þú veist, búin að fara í gegnum eina, alveg bara, nei, please, stop. Þetta er ekki tónlist, þetta er bara... En það er líka verið að lýsa, sko, ég var í mikill innri baráttum tíma í sumar vegna þess að ég var komin af á skoðun að það sem að þyrfti að segja eða maður væri að reyna að berja í orð, gæti enginn sett í orð og ég var eiginlega komin af á skoðun að það er ekkert sem hún getur sagt við einn eða neitt sem skiptir einu máli fyrir einn eða neitt. Það eina sem þú getur gert er að rækta þinn eigin garð og halda áfram að rækta eigin sál. Og ég var mikið í baráttu að reyna að bara, já, hættu að skrifa og hættu að vera að gera þetta efni og svo framvegis. Þetta er bara einhver straumur sem heldur áfram. Og ég var eiginlega bara komin að þessu skoðun, já, það er ekkert sem þarf að segja, já, það er ekkert sem hægt er að segja við fólk, það verður uppgötvað þetta sjálft. En ég get ekki, þrátt fyrir öll mín orð og alla mín orðaflögum, ég lenti því nýlega, ég var að tala við góða mannesku sem er mikinn áhuga á þessum pælingum öllum og hefur fylgst með mínum skrifum allavega í síðustu 3 árin og þekkir mjög vel mínar pælingar. Að við vorum svona að ræða heima og geima og ég enda á að segja við hana, veistu, ég get ekki með nokkru móti útskýrt fyrir þér að þetta skipti máli. Ég er nefnilega komin á þann stað, ég er hættur að geta útskýrt fyrir fólki að þetta skipti máli. Ég er eiginlega komin hring. Mér finnst vera orðið skipta máli að bara pakka saman vídeónum og pakka saman bloggunum og fara
að æfa aftur hundakúnstir með hundunum mínum og búa til tölvuforrit svona í tómstundum og æfa mig elda góðan mat og að það sé bara alveg ná. Ég eiginlega bara verða eins og blómakallinn í silfurtunglinu. Já, en það náttúrulega sko, það náttúrulega það sem við erum að gera í raun engin annar að gera á Íslandi, absolutt engin sko. Ekki sem ég veit já. Við erum, já. Þannig að það náttúrulega svolítið spennandi að sjá nýja landfundi og finna nýjar perlur sko, ég meina það gaman að kafa eftir perlum og þetta er alveg, fyrir mér er þetta alveg svakalega gaman, ég meina þessar djúpkafanir, ég veit aldrei hvert þessi þættir fara eða hvað og sko oft hráefni sem myndast í þessu spjalli, það er hráefni í marga daga og jafnvel vikur sko. Já, ég fekk komment bara í vor frá einum sem að fylgist með djúpköfunum og hann sagði að ég hef tekið eftir því að þú ert sjaldan ferskari að láta frá það efni heldur en vikuna eftir djúpkön. Já, og þetta er nefnilega nafnið á þáttunum er ótrúlega rétt að kafa eftir perlum sko, af því að perlur þú veist hvernig perlur eru búna til. Já. Það eru búna til úr pirringi. Já. Þess vegna hef ég stundum sagt að ég er perla því að ég er alveg upp á einstæðari móði sem er alveg rosalega mikill pirringur. Að perla er búin þannig að það er þessir hörpudiskar eða þessi diskar að þeir lokast sko. Já. Og ef það fer sandkorn inn í diskinn þegar hann lokast þá pirrar það skelina og hún er að reyna að ýta sandkornin út og við að ýta sandkornin út þá myndast perlan sko. Já. Þannig að perlur eru myndaðar úr pirringi. Og lengi vel var eina leiðin að eignast perlur bara kafa eftir þeim, en svo fann einhver Japani leið til þess að rækta þeir. Já, einmitt. En það er það bara pirringur í búri, sami áras pirringurinn. Og það er sko þessi þættir hjá okkur hafa stundum verið svona ruglingslegir og alls konar sko. Já. En ég get allavega að vitna það fyrir mig að það er gríðalegt hráefni sem kemur út úr þessum þáttum sko. Já, ég get sagt þér bara eins og við erum búin að vera að reyna að ná saman alla vikuna. Já, einmitt, svo nú það að finna tíma. Og ég er búin að vera alveg bara alla vikuna, vonandi náum við saman í dag. Maður er farin að heyra það að nú þarf að kafa eins. Já. Af því maður líka fær einhverja sko sátt. Við náum svolítið, eða ég upplifa svolítið að stilla einhverja strengi sko. Svona, þó við séum að fara svolítið ólík með ýmislegt, þá einhvern veginn allan fyrir mig þetta hjálpa mér svolítið að stilla strengina hjá mér einhvern veginn. Og já, ég vil engin orð það. Bara, mér finnst þetta gott sem við erum að gera. Já. Og ég heyri það á fólki að það kann vel að meta þetta, fólk sem er að fylgjast með þessu. Já, við erum með milli 150 og 200 sem kom alltaf á samkomu. Já. Þetta er gott stöf sko. Og líka eins og þú segir sko, það er ekkert plan í gangi, það er ekkert verið að reyna að boða eitthvað sannleika sko. Nei, maður er að kafa og svo kemur bara svona mismunandi tímabil sko, svo ég er náttúrulega búin að vera í mjög frjóu tímabil í sumar. Já, ég ætla að deila Guy Ellis rásinu, það er verið að spurja í kommentunum hvar þú hefur verið að tala þessa frímúrara eða meitlarana. Já, ég hef ekki gert sérstök vídeó þá, ég hef bara minnst á þá í sömum vídeó. Já, ég ætla bara að segja hlustendum að ég deildi Guy Ellis rásinuðinni. Við ætla að sita þá Guðjóni Reynberg líka. En það er svo auðvelt á YouTube að því ég er með 2 rásir eða Slærinn Reynberg, þá sér það líka báðar sko. Já, einmitt. Ég bara deili þessum og ég hvet fólk til þess að horfa meira á það sem þú ert að segja. Og er þetta auglýsa eftir meira íslenskum vídeóum? Já, það er allavega 2 í hausnum á mér nú þegar. Já. Og ég ætla að gera annað sko ég held að vera 50 dagur í dag.
Já, einmitt. Og ég ætlaði einmitt að vinna smá undirbúning í dag til þess að geta gert eitt vídeó hérna á morgun, sérst á föstudegi. En ég sé að ég misti af því, ég þarf upplýsingar í það. Já. Þannig Ef ég verð með vít, sko, ég fer á mánudaginn og ég byrja að vinna klukkan 7 á mánudagskvöld og verða að vinna til 7 morguninn, sko. Og það verður þannig í 10 daga, sko. Já. Og og ég veit ekki einu sinni hvort ég fæ frí á sunnudag eða hvernig það er. Og á nætuvinnu kaupi ég allan tíman, þannig að það er gott. Í olíuhreinsistöð í Gautaborg. Góð lykt þar. Já, það er einmitt miklar öryggisráðstafanir út af sprengjuhættu og gasleikum og alls konar. Allir ganga með svona gasmæla á sér. Já, sæl. Já. En þú varst að tala með þessi íslensku vídeó. Ég gerði sko svolítið svanasöng síðast. Já. Og það var óplanað, ég var bara með svona óformaða mynd í hausnum og ég gerði þarna vídeó, það er búið að fá yfir meir en 200 heimsóknir á viku og það er met fyrir mig, sko. Ég fæ ekkert nema svona 20 til 50 áhorf á vídeó. En það bara var á nokkrum dögum sem það rauk upp í 200 vídeó og var komið upp í 200 og eitthvað í fyrradag, gæriða fyrradag. Og það er ekkert einu sem er lýsandi titil, ég mundi varla í 3 daga hvað það hét. Já, það er kannski, það er nú svolítið komið kippir á þegar ég auglýsti, held ég. Já, og það var fleiri gert það líka. En það var eitthvað í þessu vídeó. Ég fengi svolítið komment frá fólki að það var mjög ánægt með þetta vídeó. Hvaða vídeó var það? Ég fór svolítið onni í saumana á stjórnarskránni. Já, það var frábært vídeó. Það er snilld. Hvað heitir það? Það heitir Taktu fyrsta boði og farðu á hausinn. Já. Einmitt. Það er eiginlega skildu áhorf þetta vídeó, sko. Og ég var svolítið hissað þegar ég sá áhorfið rjúka upp því að sko við erum búin að vera að tala um stjórnarskrár bara, þú veist, forever og ég tekið eftir í á Facebook ef maður setur orðið stjórnarskrá í stöðuuppfærslu og þá bara, þú veist, það er bara í blindspoti á fólki. Já. Fólk er bara á akrinum að skera kort, sko, fyrir meistarann. Þess vegna var ég svo hissa að þetta vídeó var vinsælt því að þarna var ég náttúrulega bara meiri hlutin að ég var stjórnarskráin og ég bara, what? Ég fólk að nenn að horfa þetta. Ok. Já, þetta mynd, ég þarf reyndar að horfa það aftur. Þetta er alveg snilldar myndband, sko. Takk fyrir það. En á undan þessu myndbandi gerði ég nefnilega sko 4 myndbönd með sama titli, samtals 2 tímar, sem heitir Siðrof eða eitthvað svoleiðis. Já, þau voru reyndar rosalega flókin og svolítið Excel-kennsla. Já, ég var búinn að gera áður eitt svona Excel-vídeó. En sérðu ef þú horfir á línuritið þarna sem kemur sem thumbnail í Siðrof þjóðar eða mín fyrirgefning. Já. Sérðu þá að línuritið er svona giving the finger? Nei. Ég sá það ekki, en ég var nú bara svona að leika mér aðeins vegna þess að ég var búinn að gera vídeó einu sinni áður þar sem ég var að fara í gegnum Excel og fékk góð viðbrögð við því. Þannig ég var svona bara aðeins að prófa að fara í gegnum ákveðnar pælingar, en ég er ánægður með Siðrof þjóðar því að mér finnst, þegar ég var búinn að fara yfir þau öll, þá var ég ánægður með niðurstöðuna, burtséð frá því hvort það sló í gegn eða ekki. Já, einmitt. En það er eitt sem ég ætla að segja þér, þegar ég lærði sálusorgun hjá Theo van der Wiel, sem hann er menntaður sálfræðingur og hann er dáinn núna reyndar. Og ég lærði alveg rosalega mikið hjá þessum manni á viku námskeiði. Og þannig ég er eiginlega certified sálgæslu maður, sko. En hann var að tala um það, sko, að ef að þú hefur alist upp við mikinn sársauka eða upplifað mikinn sársauka og til dæmis fyrir okkur sem Íslendinga, ef maður hefur gengið á ævinni gegnum mikinn sársauka eða verið meiddur með orðum á íslensku, þá getur verið mjög gagnlegt að vinna úr vandanum á ensku eða einhver öðru tungumáli. Af því að
af því að ef þú ert að nota tungumáli sem hefur meitt þig svona mikið, þá er það allt öðru, það er betra að tala meiðslin sem þú varst fyrir með íslenskum orðum á ensku, sko. Og þarna sé ég til dæmis hjá þér mun á íslensku og ensku myndböndunum. Það er sko þetta syndrom eða þetta er svolítið þar. Það er allt maður sér miklu meira sársauka þegar þú ert að tjá þig í íslensku myndböndunum. Og þess vegna var ég til dæmis með hugmynd að gera djúpkafanir á ensku til að sjá hvaða dýnamík er þar. Þar sem að við erum báðir eða svona, allir eru náttúrulega meiddir, skilur, bara spurning hvað mikið. Báðir eru við kannski eitthvað meiddir á íslensku, það er gaman að sjá hvort það kemur eitthvað ný dýnamík á enskunni, sko. Ég var að því að þú varst að, ég hafði ekkert hugsað út í þetta fyrir hún myndist það út í kvöld, en ég var að hugsa sko hvort það geti verið snjallt að taka þetta með ákveðnu formi. Nei, ég held að við erum með dýnamíkina, sko. Þú farð ekki, þessa dýnamík getur ekki skipulagt, sko. Nei, ég átta mig á því, en það sem ég var að hugsa, sko, það sem ég var að hugsa er að því það tekur ákveðin vana fyrir fólk eins og okkur, við erum báðir íslenskir, við erum vanir að tala saman á íslensku og það getur, það er bara mín reynsla því að það var náttúrulega töluð ensku á mínu heimili mörg ár og ég reikna með að þú og konaðinn tali saman á ensku eða Já, við tölum ensku hér. Og ég hef alveg séð á ensku myndböndunum þínum og þú er mjög góðan orðaforða og svo ég hef engar ágjörð því, það sem að er bara oft þegar Íslendingar fara að tala saman á ensku og tekur smá tíma að slípa það. Að þeir eru vanir subliminal tungumálinu. Já, en horfðu bara á fyrstu djúpkafanir. Já. Það fættist ekkert fullkomnar, sko. En nei, ég vildi bara varpa fram einni spurningu varðandi form. Ég er ekkert að stinga upp á neina bara nema bara vekja máls á því. Já, ég skil. Hvort það væri sniðugt að setja, af því við erum reglulega með þessar íslensku djúpkafanir. Mér grunar mjög mikið af fólki sem er að fylgjast með íslensku djúpkafanum myndi vilja hafa aðgang að þeim áfram. Þannig að þetta er ekkert þjónustufyrirtæki, það er enginn að borga neitt fyrir hennar þjónustu. Þetta er bara, mér langaði bara að segja hugmyndina. Já, ég skil hvað það með. Það er rétt hjá þér, það er töluverður hópur af fólki sem er á vakna og sækir nánast allt sitt hráefni á það sem við erum að gera. Já, mér finnst líka ákveðið frelsi, sko. Ég til dæmis lít svo á, ég er ekki, veist, ef ég ákveði að gera ekki enskt vídeó bara fyrir næsta ár eða íslenskt, þú veist, ég er algjörlega frjáls. Þetta er bara eins og blogg fyrir mér. Og það er eins með, sko, fólk sem er að fylgjast með okkur, það getur fylgst með eins og ef það er einhver að fylgjast með mér, þá veit að ég er með íslenskar ásatna eða enska, það getur subscribað og bara tekkað á. Og eða eins og þetta, hvenær erum við næst með djúpkvöðun, það er bara, við gerum þetta þegar við erum í stuði. Og við erum ekki í útgáfu, sko. Nei, ég held að við séum báðir sammála að við erum að ræða flæðið, sko. Við viljum ekki missa það og við erum náttúrulega, það er eitt sem við verðum reyndar að átta okkur á, við gegnum ákveðnu hlutverki bara í þróun og sögu Íslands, sko. Algjörlega. En þú sér það á rásinni minni í djúpkvöðunum, þá er ég að ná, eða þá er að koma 438 ár. Já, sæl. Og já, það er bara orðið eiginlega standard yfir 200, sko. Já. Og ég gerði nú eitt daginn með ensku vídeóum mína, ég tók afritaðum flestum, ég ger nú yfirleitt ekki afritaðu þessu vídeó. Já, ég afritaði öllum mínum líka, sko. Ég gerði þetta nú bara vegna þess að ég áttaði mig á því að í sömu vídeónum var ég að fara á hættusvæði. Nú. Já, bara það eru jarðsprengjusvæði í sömu sem ég er að tala um og ég hugsaði bara, þú veist, farðu yfir línuna og þeir lokaði þér bara. Þessna bjó ég til rás á Dailymotion líka. Já, einmitt. Dailymotion er ekki eins strangt í ritskoðun. Þar eru til dæmis franskir revisionistar alveg bara grimmir, sko. En þú getur líka tekið Vimeo-account. Já, ég er með það líka. Það er meira, ég er að hugsa það í öðrum tilgangi, sko. Já, sko, þú getur tekið, ef það er svona ritskoðanir,
að þú getur verið með lokaðan Vimeo account og þá og síðan bara embedda það á heimasíðuna eitthvað. Já. Og þeir hreyfa þá aldrei við því, sko. Já. Það bara lokað og þá ertu alveg laus undan allir ritskoðun, sko. Mjög góða punktur. Ég byrjar að nota Vimeo account en ég reyndar með það í stopp núna því að ákvað að endurskoða aðeins hvernig ég geri það og ég þarf að vinna svolítið heimavinnu að ef ég geri það en það er svolítið tengt því sem þú vart að stinga upp úr, sko. Já, einmitt. Því ég byrjar að gera meira því að líka allan ég byrjar að líka íslensku vídeó mín á hreindar.is. Já, einmitt. Þannig að þetta er svona þannig að ég áttaði mig á því einhvern tímann í vor, það er fullt af vídeóm sem ég hef gert, það sem er minnst á ýmsar hluti sem gæti verið gott að grúpa saman. Já, já. En Vimeo, sko, ég keypti mér reyndar aðganga því ég ætla að upplóta öllu draslinu þangað og ég með það bara lokað, sko. Já. Minni mig, ég manna hann reyndar ekki alveg. Og þeir segja í skilmálunum, sko, ef það er lokað, þá skiptu okkur ekkert að því, sko. Okay. Það er bara alveg þitt mál og síðan bara embeddar það og þá er það bara vefurinn alltaf sem stendur fyrir því, sko. Já. Það er svolítið gott að vera með vídeóveitu sem er ekki með þessa fasista stæla við mann, sko. Já. En vinsælasta djúpköfunar myndbandu okkar er með 438 áhorf, ekki dislike. En það sem er minnsta áhorfið er með 115 hérna. Já, 115 nei, 97 hérna. Nei, hvað er gangi hérna? Hvað er djúpköfun það? 97 áhorf, það er frá því ágúst, 16. ágúst. Fólki finnst það sennilega stutt, það er bara 1,5 tími, sko. Já, þetta er bara formúli. Hvað erum við búin að vera lengi núna? En hérna lengsta er 5,49, það eru 252 áhorf síðan. Það voru svolítið viðbrögð við því, ég man eftir því. Fólk talaði bara, vá, 6 tímar, en samt heyrði maður í fólki sem sagði, þetta var fínt djúpköfun, takk fyrir mig. Já, 5,49, sko. Það er toppurinn. Já. En mér langar að benda á eitt af því að við erum svona farin mjög all. Þú kannski tekið eftir því að í gærkvöldi setti ég svolítið að stöðuuppfærslum að ég vélritaði upp úr bókinni Bræðrabönd. Já, ég sá það. Það var mjög gaman að sjá það. Okay. Ég ætla að finna bækunar, sko. Ég bara, eins og segi, ég er að koma úr töluverði vinnu, sko. Já. Og er núna í svona hvíldarstöðu og svo sigli inn í svaka vinnu, sko. Já. Þannig að maður er svona... En sko þessar bækur fyrir sig er náttúrulega áhugaverður og allt það. Ég er bara að taka þær á bókasafninu, ég er að fara að skila þeim aftur, sko. Ég tók þær bara til að tékka ákveðnum hlutum, ég tók þær líka í fyrravetur. Já. Ég bara, þú veist, ég bara tók þær mér langaði að rifja upp ákveðna hluti og ég er búin að því. En svo ákvaði ég í gærkvöldi bara að hendi nokkrum punktum og ég var nú að þessu líka hluta til að ég veit að fólki í allana grúpunni hjá mér hefur áhuga á að vita meira og ég vildi svona bara, ég var svona óbeint að auglýsa bókina en ég áttaði mig á einu þegar ég var að gera þetta. Ég setti hashtag í alla þessa pósta, bæði chiselers og meiklarar, bara í fleirtölu. Og ég áttaði mig á því þegar ég var að gera þetta að við svona spiritual rebels, svona spiritual aktivistar, við erum ekki að nota þetta feikna öfluga tæki. Sem að er þannig hasmerkin. Já. Ég hef reyndar aðeins notað og ég áttaði mig á því, sko, ég notaði líka í ensku myndböndunum, sérstaklega þegar ég var með Germanwings dæmið, sko. Og ég man reyndar því ég var að nota þetta með, þetta svona cheap shot einhvern veginn. Já, þetta er sniðugt samt til þess að grúpa saman. Segjum að einhver væri núna koma með einhverja skemmtilega uppfærslu meiklarar. Já. Og bara gera hann hasmerki og það er hver sem er að fylgjast með hashtaginu. Sko,
það sem ég fattaði að svona getur verið til hreyfing sem bara kaos, sem ekki skipulögð hreyfing. Það að segja fólk sem hefur áhuga á skyldum hlutum og grúski skyldum hlutum getur hent í svona inn í rás. Og þetta hægt að gera á Twitter líka, bara hashtag sem bara fyrir fólk sem að nota ákveðið hugtak. Það getur verið hvaða hugtak sem sko. En ég vilji vekja fólk til umhugsunar þessa pælingu. Að ekki vanmeta þessa pælingu. En þú ert með hasmeitlarar, eða? Já. Did you mean meitlar, medlar? Nei, þetta bara, ég fikk hrós fyrir að nota þetta orð, svo ég nota. Ég bara hæli mér aldrei neitt. Bara hundarnir mín. Er það ekki bömmar? Nei, annars fer ég að vera móttin. Já, er það ekki alltaf í lagi eða hvað? Ég vil frekar vera eins og Magnús með fötuna úr Spaugstofunni. Já. Nei, ég segi svona, það er gott að hafa þetta í huga. Það er hægt að búa til svona hashtag sem fyrir fólk sem að pæla í einhverju svona afmörkuðu fyrirbæri, án þess að það sé til í einhverju grúppu eða inn í einhverju síðu eða eitthvað slíkt bara. Og Twitter náttúrulega fyrirtagstól hvað þetta snertir. Vegna þess að fyrir svona rannsóknarvinnu, og ég að hugsa rannsóknarvinnu, þetta fullt af fólki til dæmis sem að byrja að átta sig á, tökum svona einfalt dæmi eins og HIV-spunan í sumar, að það var einhver sem bent okkur á það að leið og HIV-spunin og þessi útlendingur kom í fjölmiðlum, þá fór allt í hennu komu svo bara umræðu þáttur í Kastljós og það komi bóluefni gegn HIV og svo bara kom einn ábending á Feysinu, heyrðu, það bara sá sem græðir á að selja þetta bóluefni, hann bara í nefndum landlæknisembættis. Já, mitt. Og þarna hefði verið hægt að setja, við hefum getað verið með eitthvað fólk sem að vakna til meðvitundar, geti sameinast eitthvað hashtag, bara búin til eitthvað nafn. Bara Tröllaborgir eða eitthvað. Já. Að það kemur eitthvað exposure, bara að setja hashtag, viðeigandi hashtag. Þannig að aðrir sem með áhuga svipuðu, þeir eru kannski öðru hvort að kíkja á eitthvað nýtt undir þessu hasmerki og já, þarna kom punktur, það kveikir á punkt hjá mér, ég hef eitthvað til málun að leggja. Og svona getur myndast ákveðin bingur, rannsókna bingur af punktum já. Þetta getur verið hjálpað okkur öllum og ég mæli með því að fólk hugleiði þetta eins. Já, ég svo mikill félagsskítur, það bara einstaklingssamtakið. Ég reyð þetta bara vaðið. Þetta er góð punktur allt sem að hjálpar til við að rannsaka og ég náttúrulega margoft hvatt hlustendur til þess að aðstoða við alls konar rannsóknarstörf og það eru hlustendur að senda mér linka og pælingar og bara eins og við sjáum í íslenska samsæðishópinni sem við mynduðum. Ég reyndar fór út úr honum í smá tíma. Já, þú reyndar myndaðar hann, þú átt hann. Já, ég ekki lengur, ég ekki einu sinni inn í honum lengur. Ég frétti á því nýlega að það hefði verið aukning á fólki þar og séu lifandi saman Já. Ég fór bara út úr honum að því að þurfti að fjarlægja sjálfa mig út af því sem ég að gera. Já, ég bara, ég þurfti fókus. Já. Ég var að eyða of miklu tíma að það. Engin gagnrýni héðan, En það er svona gott fyrir fólk að hugsa það, því þegar fólk byrjar að vakna, þá byrjar það að fylgjast með og grúska og pæla og svona. Og það getur verið þar mörg ár, svo kemur ykkur svona viðbóta vakningi, svo ég myndist á þarna við konu þarna sem að, hún fór sæðast til hliðar, svo kom hún tvíeld inn og byrjaði bara að dæla frá sér. Það gerist svona hjá svo mörgum. Allt í einu ferði bara að dæla frá þér. En það er hægt að nota svona einfalda tækni til þess að deila sín á milli án þess endilega verið í einhverjum saman í hóp dæmi. NSA elskar að sjá okkur saman í grúppum. Já. En mér sýnist nú bara svona já, ég veit ekki, mér finnst fólk eins og hann sagði Frosti á
Harmageddon, hann sagði leiður ég heyrðum þetta virkinu í dæmi, þá var fyrsta sem ég hugsaði hvað segir Axel. Og Markus sagði þetta út af eitthvað svona atburð að segja hvað segir Axel, hvað segir Axel um það? Þannig að Þetta skiptir máli. já. En hérna, ég myndi frekar, en svo eru aðrir sem eru búin að vera með okkur hérna í þessum, sem eru búin að vera með lengur, að þeir eru komið svo langt að þeir sleppa þessu, hvað segir Axel, þeir fara bara á Facebookinu og segja, já, þetta er bara rugl, sko. En þeir þurfum ekki að fara í gegnum mig lengur, sko. En þeir geta deilt frá sér einmitt með hashtagum, sko. Já, einmitt. Getur þið þátt það bara á íslensku? Hashtag. Já, bara svona það kemur að því. Þetta er bara, ég fattaði þetta bara í gær, sko. Já, einmitt. En ég líka átta mig á því að 9 af hverjum 10 sem eru vaknaðir er ekkert að deila áfram. Þeir eru ekkert að gera það eins og við erum að gera. Reyna að tjá sig hluti og reyna að matreiða og eitthvað svona, sko. Það kemur síðan seinna, sko. Þú þarft að vera, þú segir það, sko, ég og þú, við erum búin að vera grúskarar alla ævi, svo allt í einu gerist bara eitthvað. Heyrðu, ég fara að leggja eitthvað til málana, sko. Já. Það eru komna truflanir inn í kerfin hjá þér? Já, er ekki komin tími bara á háttinn líka? Jú, allan hjá mér, ég var að heyra í Ljúfi, hann þarf að komast út. Já, ég nenni alltaf að endur þessa, það er bara komin háttagal síman. En þetta er bara líka fínt, sko, ég þurfti að fá djúkur, sko. Já, þetta var mjög gott, það var töluvert hráefni sem kom upp úr hafinu. Ég þarf að viðra hunda og fá mér og sinna heimilisverkum og svo þarf ég að hlusta á djúpköfunina. Já, en Já, líka svo, ég minna á söfnunna hjá mér fyrir nýju mixer. Ég þarf líka, ég á eftir að horfa á nýja efnið. Ég bara fattaði í gærkvöldi að koma efni hjá þér. Já, það er líka út af Saga og Harmageddon. Já, ég veit að því, sko. Maður er bara orðin heimsfrægur á ísbólanum. Já, ég meina við erum að byrja að sjá, sko, vaxandi vakningu, vaxandi hreyfingu, vaxandi pælingar og maður er að byrja að sjá, það er eitthvað dýpri pæling á baku þetta alls saman, sko. Já, en ég ætla að styðja Lalla í forseta. Nei, hrifin að þeirri hugmynd, já. Ég ætla að kjósa hann. Og endilega fólk dettur í hug svona pælingar eins og til þess varðandi meiklarar, ef það veit eitthvað um meiklarana, íslensku og ensku, þá bara deila því með hashtaginu meiklarar. Bara prófa þessa pælingu, ég er ekkert endilega að pæla í meiklurnum, þeir eru ekkert issue fyrir mér. Ekkert frekar en eitthvað annað, sko. Byrja að láta hassið. Já. Mér er alveg sama hvort einhver er í meiklurum eða ekki. Þetta er bara eitt af mörgum peðum á borðinu sem maður pælir í, sko. Já, þetta er náttúrulega eins og aðalsmerki Frelsi TV. Þetta snýst ekkert fólk að holda blóð, þetta snýst andaveri vonskunar í heimgeimnum. Já, og er að byrja að verða aðalsmerki Guy Ellis. Þetta snýst allt sálina. Já, nú sagði ég bara já og rætt. Er sálin til? Seinna. Það er nóg í dag að díla við er ljósið til. Er ljósið blekking? Já, og er skugginn hluti af ljósinu? Já, það er pæling. Það er pæling sem að ég veit ekki hvert fer, sko. Nei. Sjáðu myrkrið. Sástu fyrsta Highlander myndina? Já, ég held það. Manstu eftir óvinninum, hann héti Karg. Ég held að ég hafi ekki fílað þessa mynd, þannig að ég held að hún hafi ekki farið í minnistólf hjá mér. Ok, það munar kannski einhver eftir atriðina þessum Highlander sem hann var bara aumingja hippi-gimpis lúði. Sat í einhverju kirkju og svo kemur óvinnurinn Karg og hann kemur inn þar sem allir hefðu kveikt á bænakertum og hann kemur með hann með svona leðurgrifflur og hann kemur og slæra á öll kertin og flissar þessu fóti. Já. Spiritual Rebel. Það er fínt hallmerki, Spiritual Rebel. Já. Jæja, ok. Ég hef aldrei verið í hassinu, sko, en ég veit ekki hvernig það virkar.
Nei, Nei, ég þetta er bara reyndi þetta hjá mér sko, en endilega pröfum þetta aftur. Ég veit að þetta er öflugt sko. Já, við erum allan að fara að hugsa þetta. Það, við þurfum, þannig leggjum við að stað út úr Reykjavík. Já, allt sem getur stytt rannsóknarleiðir er náttúrulega frábært sko. Já, þessi getur stækkað sko vakninguna án hópismann náttúrulega. Það er engin leiðtogi í þessari vakningu, þetta er bara kaos. Skipulag kaos. Já. Inspired kaos. Já. En það er gaman að sjá að þetta líka að gerast á heimsvísu. Það er alveg rosalega vakningar í gangi sko. Alveg á fullu og þetta vex. Já, og það er reyndar sko, það er von á svaka fölskum fánum sem sita 9-11 bara, hann verður varla hægt að horfa, hann sérst hverfur í flugeldasýningunni sem er að koma núna. Og ég vil bara talandi um þetta, ég vil koma punkti áleiðis sem að ég fjallaði með vikunni, varandi í Æsland, ekki genúsveit, haldið ykkur heima. Já. Þannig er ég bara að taka undir með Frelsi TV, sko. Haldið ykkur heima. Já, ég var einmitt að pæla í þessu sko, hérna, ég held að þegar við erum að tala með Íslendingar sem mótmælendatrúar, það held ég að sé svona hulin merking í því að sko Íslendingar trúa því að mótmæli breyti ykkur. Algjör bull sko. Það eru konar hérna 2 tíkur en eitthvað eftir mér, þeir sjá á mér að þannig ég verði eiginlega bara takk fyrir mig í kvöld. Já, takk fyrir komuna og hérna þú mást að hengja upp búningin. Já, bara 1000 takk fyrir mig og bara verðum í bandi. Já, og þú gerir myndbönd á næturvaktinni. Ok. Við byrðum helsa ófónum þínum. Ok, bye. Já, bye. Já, ég þakka ykkur komuna og munið að horfa og deila á allt sem að Frelsi TV er að gera alltaf og það sem að Guðjón er að gera. Átta mig ekki á því hvað er mikið að truflunum hjá mér. Hjá truflunum. En hérna, já, og ég er að leita eftir framlögum fyrir nýju mixer. Og hérna, það verður reynda svolítið erfitt með, ég hef aftur að sjá hvernig þetta nýja vinnuvinstur fer með Frelsið, en ég hef náttúrulega alltaf eitthvað smá tíma til að græja þetta með mér. Og hérna, já, bara verið duglega að tjá okkur og pæla, ekki trúa neinu sem að kemur fram á Frelsi TV, rannsakið allt fyrir ykkur sjálf, komist að niðurstöðum sjálf. Það sem er í gangi hér er bara svona hráefnisræður. Og hérna þakka ykkur fyrir að blogga, það er gaman að sjá pælingar á meðan, það er eitthvað því að ég dett stundum út í samtalinu við Guðjón, það skiptir eitthvað máli. En hérna, já, takk fyrir komuna, við endurtek aðalsmerki þáttarins, baráttan er ekki við fólk á holda blóði, heldur andað verið óskunar í heimagjörnum. Þetta er þess og biblíunni sem á vel við þetta starf hérna á Frelsi TV. Og bara elskiði friðinn og strjúkiði sístækkandi kviðinn. Þess.